Góðan daginn. Ég sit hér 43. fund bæjarstjórnar sem haldinn í bæjarstjórnarsal 5. daginn 11. desember 2025 og hófst hann klukkan 17:12. Fundinn sitja Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson, sú sem hér stendur og stýrir fundi, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, Heiðrún Höskuldsdóttir, Jakob Björgvin Jakobsson og Jón Sindri Emilsson sem stýrir útsendingu og Gyða Steinsdóttir og fundargerð ritaði Jakob Björgvin Sigríðarsson Jakobsson, bæjarstjóri. Ég er búin að segja Gyðu, hún Gyða er hérna hjá okkur líka. Þar væri við án hennar. Gyða Steinsdóttir er hér í fundargerðinni líka. Hér eru 37 liðir undir fundurum í dag og þannig að við skulum bara byrja. Fyrst eru liðir sem eru lagðir fram til kynningar. Fyrsti liður er fundargerð umhverfis- og náttúruverndarnefndar frá 6. fundi nefndarinnar, lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Liður 2, fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 6. fundi nefndarinnar sem er lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Ragnar Már gerði svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að taka til máls undir þessum lið. Þarna er verið að fjalla meðal annars þetta innviðagjald sem var sett á ferðamenn, gesti á skemmtiferðaskipum. Innviðagjald á skemmtiferðaskip sem átti að vera 2.500 krónur per farþega. Það er nú blessunarlega búið að breyta þessu, eða liggur allan fyrir tillaga hjá ríkinu að lækka þetta niður í 1.600 krónur. Mér langar bara að taka undir bókun í-listans í þessu máli, hvað varðar að því við erum að gagnrýna náttúrulega þessi innviðagjöld og þó ég hef nú verið samþykkur því á sínum tíma að hef ég einhvers konar gjaldtöku á bílastæðunum hérna niður frá, að þá skýtur þetta samt svolítið skökku við að við séum að gagnrýna gjaldtöku hjá ríkinu en erum sjálf að stunda það og hefur komið í ljós að rekstraraðilar til að mynda á höfninni eru algjörlega mótfallnir þessu. Ég tek nú fram að það er fundur á morgun með þeim, þannig að vonandi finnst ykkur góð lausn á þessu. En ég held að við þurfum að kannski að líta okkur aðeins nær þegar við erum að gagnrýna þessa gjaldtöku hjá ríkinu en erum að stunda kannski að nákvæmlega sama sjálf og þurfum kannski að íhuga svona ákvarðanir með betri hætti. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Orðið er enn laust undir lið 2. Enginn kveðið sér hljóðs. Við komum að lið 3, fundargerð safn- og menningarmálanefndar frá 6. fundi nefndarinnar, lagt fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Liður 4, æskulýðs- og íþróttanefnd, fundargerð 5. fundar nefndarinnar, lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Liður 5, fundargerð skóla- og fræðslunefndar frá 23. fundi nefndarinnar, lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveðið sér hljóðs. 7. liður er fundargerð skipulagsnefndar frá 37. fundi nefndarinnar og lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Ragnar Már, bæjarfulltrúi og í-lista, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil aðeins fá að taka til máls undir lið deiliskipulag fyrir Kallhamra og Hamraenda. Þá aðalega deiliskipulagið. Aðalskipulagið, það var svo sem engin ágreiningur það í nefndinni, en nefndin aftur á móti klofnaði í afgreiðslu á deiliskipulaginu og það kom fyrst og fremst til vegna þess að Norrlandair gerði athugasemd við deiliskipulagið. Það var bent á það þegar að deiliskipulagið var í kynningu að ætti að leita umsagnar hjá Isavia. Isavia gefur umsögn
en bendir jafnframt á að það væri rétt að tala við Norrlandair sem að er með sjúkraflugið. Ég veit ekki til þess að það hafi verið gert í kynningu á verkefninu en þeir kom allan með athugasemd þegar að lokatillagan fyrir auglýsingu og þar kemur fram hjá þeim að verði deiliskipulagið óbreytt að þá munu þeir ekki sjá fyrir sér að í framtíðinni verði hægt að stunda sjúkraflug. Og minni hlutinn gat ekki sætt sig við þetta og við töldum að það væri kannski rétt að breyta skipulaginu með því að taka út, austasta húsið og vestasta húsið á sitthvorum reitnum og þess vegna var ekki full samstaða þetta. Og við óskuðum eftir að leitað umsagnar hjá Norrlandair hvað þeir teldu að þyrfti að gera til að koma móts við þessar ábyrgðir sem voru búnir að benda okkur á að tala við Norrlandair. Þannig að deiliskipulagið liggur þá bara fyrir núna til samþykktar. Það þó jákvætt að bæjarráð afgreiddi málið þannig að þessum lóðum sem að þeir sett út á hjá Norrlandair að þeim ekki úthlutað og ég legg til að þeirri afgreiðslu verði þá svara erindi Norrlandair eða athugasemdum þeirra verði svara með þá afgreiðslu bæjarráðs. Þannig að það kom alveg skýrt fram að það sé ekki búið að loka á sjúkraflug enda það kannski svolítið svona pólitískt mál líka og samgönguráðherra og heilbrigðisráðherra jafnvel að taka ákvarðanir slíkt. Það sé ekki einhver ákvörðun embættismanns hjá Isavia það hvort að hér eigi vera sjúkraflug eða ekki. Ef aftur á móti vilji hjá sveitarfélaginu að losna við þetta þá eigum við bara að segja það bara beint út og þá geta þau snúið sér eitthvað annað. En ég vildi gera allan grein fyrir því af hverju nefndin klofnaði í málinu og fagnaði líka að þessi ákvörðun hafi þó verið tekin í bæjarráði. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Orðið enn laust undir lið 6. Jakob, gerðu svo vel. Forseti, þakka Ragnari Má Ragnarsinni bæjarfulltrúa fyrir þessa yfirferð og útskýringar á því hvað fór fram í afgreiðslu málsins hjá skipulagsnefnd. En bara hnykkja á því svo það valdi ekki neinu misskilningi að það engin stefna hjá sveitarfélaginu að skerða sjúkraflug í sveitarfélaginu. Hefur aldrei legið fyrir, hefur aldrei leynd ákvörðun tekin það. Það ekki neitt sem að gerast akkurat núna sem háir sjúkraflug hjá sveitarfélaginu. Það verið að tala uppbyggingu til framtíðar þegar þá búið að byggja upp hamraendana þá vestast á hamraendum og hugsanlega áhrif sem það hefur. Í skipulagi núna búið að gera ráð fyrir því eins og bæjarráð hnykkti á að það ekki úthlutað þeirri lóð fyrir en að nema við fyrirvara og þessi öruggt og sjúkraflug sé til staðar. Hvað var þar bundið stilla á völlin eins og Norrlandair hefur verið að óska eftir, þá það á vettvangi Isavia svo ákvörðun. En eins og Isavia staðfestir í umsögn sinni sem liggur fyrir fundinum og liggur þá fyrir til afgreiðslu í öðrum dagskrárlið á fundinum, að þá staðfestir Isavia að skipulagið eins og það liggur fyrir núna skerði ekki sjúkraflug ef hvað varðar notkun á þessu flugvelli þá.
og en eins og mælist til þess að það sé sett þessi skilmálar sem væru þá hugsalega ef í framtíðinni það gæti haft ykkur áhrif, það væri gott að setja ykkur skilmál og það búið að gera það. Þannig að í rauninni stuttumáli sveitarfélagið hefur aldrei unnið að því að reyna vinna gegn sjúkraflugi. Það sjúkraflug í dag, það ekki að setja ykkur fyrir annað og ákvörðun þess efnis ekki að hálfu bæjarfélagsins eða sveitarfélagsins heldur þá hálfu ríkisins og á þeim vettvangi. Takk fyrir þetta, Jakob Björgvin bæjarstjóri. Orðið en laust undir lið 6. Engin kveðjuljós. Liður 7, bæjaráð, fundargerð frá 39. fundi bæjaráðs lögð fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðjuljós. Liður 8, fundargerð hafnarstjórnar frá 9. fundi nefndarinnar, stjórnarinnar, lagt til fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðjuljós. Liður 9, 8. fundargerð öldungaráðs, lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðjuljós. Það komið að lið 10, hreinsun og fegrun umhverfis Skipavík. Þið hafið þannig gögn og ég mun ekki lesa þau öll. Sveitarfélagið Stykkishólmur leggur ríka áherslu á að bæjarumhverfið sé snyrtilegt, öruggt og vel við haldið. Slíkt umhverfi styrkir ímynd og aðdráttarafl bæjarins, stuðlar að jákvæðri upplifun íbúa og gesta og endurspeglar virðingu fyrir náttúru og samfélagi, markmið sveitarfélagsins í þessum efnum. Steftinni línu. Endurspeglar virðingu fyrir náttúru og samfélagi, regluleg umhirða og ábyrg umgengni við opin svæði eru jafnframt lykilþættir í markmiðum sveitarfélags í þessum efnum. Það hefur verið fjallað þetta mál í hafnarstjórn og eins í umhverfis, og í kjölfar afgreiðslu hafnarstjórnar bæjarráðs og bæjarstjórnar hefur sveitarfélagið á síðustu mánuðum undir forystu hafnarvarðar ráðist í umfangsmiklar tiltekt á svæðinu. Með þessum aðgerðum hefur ásýnd og öryggi svæðisins stórbatnað og verkefnið í samræmi við áherslu sveitarfélagsins snyrtilegt bæjarumhverfi. Á 9. fundi sínum fagnaði hafnarstjórn þeim sýnilega árangri sem náðst hefur í tiltekt og fegrun hafnarsvæðisins við Skipavíkurhöfn á undanfarnum mánuðum. Hafnarstjórn lagði áherslu á áfram verið haldi á þessari braut og þannig tryggt að hafnarsvæðið haldist áfram snyrtilegt. Hafnarstjórn hvatti til þess að leitað verði samstarfs milli sveitarfélagsins, Íslenska gámafélagsins og lóðarhafa tiltekt og atvinnulóðum á svæðinu og orðið laust undir lið 10. Þórhildur bæjarfulltrúi Hálista, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara koma örsnöggt upp og fagna þeirri vinnu sem hefur verið farin í til að bæta og fegra ásýnd svæðisins og jafnframt þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir. Vel unnin störf og bara áfram veginn, vel gert og vonandi höldum áfram. Takk fyrir þetta Þórhildur og orðið laust undir lið 10. Engin kveðjuljós. Bæjarstjóri tekur undir með hafnarstjórn og þakkar starfsfólki fyrir þann árangur sem náðst hefur í tiltekt og fegrun hafnarsvæðisins við Skipavíkurhöfn á undanfarnum mánuðum og misserum. Hverjir eru samþykkir þessu? Og það samþykkt samhliða. Liður 11. Reglubundið eftirlit umhverfis- og orkustofnunar. Það lögð hér fram bréf og skýrsla og reglubundið eftirliti umhverfis- og orkustofnunar á urðunarstað sveitarfélags Stykkishólms við Ögur sem framfór þann 29. ágúst 2025. Þetta lagt hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 11. Engin kveðjuljós. Liður 12. Hér lögð fram áskýrsla 2024 fyrir Norska húsið, byggðasafn Snæfelling og Hnapptæla. Lagt hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 12. Engin kveðjuljós. Liður 13. Viti í Víkurhverfi. Lögð hér fram tillaga Gunnlaugs Lárussonar endurbyggingu vita sem stóð ofan við Daddavík til þess að varðveita sögu hans og fólksins sem annaðist hann.
Safna- og menningarmálanefnd þakkaði á 7. fundi sínum fyrir ítarlegt og áhugavert erindi og tók undir mikilvægi þess að varðveita sögu vitans og þeirra sem sinntu honum. Umhverfis- og náttúruverndarnefnd þakkaði einnig á 7. fundi sínum fyrir framlagðartillögu og tók undir með safna- og menningarmálanefnd. Nefndin lýsti yfir áhuga á að verkefnið yrði tekið til frekari skoðunar, meðal annars með tilliti til menningarsögulegs gildis. Æskulýðs- og íþróttanefnd lýsti á 15. fundi sínum yfir jákvæðni í garð verkefnisins og hvatti til þess að sett verði upp fræðsluskilti við gönguleiðir þar sem umræddir vitar voru staðsettir. Bæjarráð staðfesti á 39. fundi sínum afgreiðslur umhverfis- og náttúruverndarnefndar, safna- og menningarmálanefndar og æskulýðs- og íþróttanefndar og hafnarstjóri þakkaði á 9. fundi sínum fyrir áhugavert erindi og tók undir með safna- og menningarmálanefnd að mikilvægt sé að varðveita sögu vitana og þeirra sem sinntu þeim. Þetta lagt hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 13. Og engin kveðsjuljós. Liður 14, ársskýrsla Amtsbókasafnsins í Stykkishólmi, sem lagt hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 14. Engin kveðsjuljós. Liður 15, bygging á félagsaðstöðu við Fákaborg 1. Hér er lagt fram á ný erindi frá Hestegandafélagi Stykkishólms. Bæjarráð óskaði á 38. fundi sínum eftir að fá fulltrúa hefst á fund ráðsins til að ræða fyrirliggjandi hugmyndir. Og bæjarráð þakkaði á 39. fundi sínum fulltrúum Hestegandafélags Stykkishólms fyrir upplýsandi og góða kynningu og fyrirhugaðar uppbyggingu á félagsaðstöðu við Fákaborg 1. Og bæjarráð tók jákvætt í framtíðarsýn félagsins og tók undir þær metnaðarfullu hugmyndir sem framkomu eflingu aðstöðu fyrir hestaíþróttir í sveitarfélaginu. Bæjarráð hrósaði félaginu fyrir vandaðan undirbúning málsins en fyrir liggja ítarleg gögn sem meðal annars fela sig í sér greinargerð starfsemi og fjárhag félagsins, kostnaðaráætlun verkefnisins og draugateikningum. Gögnin gefa greinargóða mynd af verkefninu, markmiðum þess og mögulegum samfélagsávinningi. Bæjarráð lýsti yfir vilja til að eiga áframhaldandi samtal við félagið mögulegt samstarf og fór bæjarstjóri að funda við félaginu næstu skref. Bæjarstjóri var jafnframt falið að leggja fram drög að mögulegu samkomulagi og eða valkostum í framhaldi af þeim viðræðum til frekari umfjöllun í bæjarráði. Bæjarráð vísaði málinu jafnframt til vinnu við fjárhagsáætlun 2026 eða til vinnu við fyrsta viðauka á næsta ári eftir því sem við á. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 15. Engin kveðsjuljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykkið því? Þá var þetta samþykkt með 6 atkvæðum og einn greiðir ekki atkvæði. Hann Ragnar Már situr hjá. Liður 16, sjálfbærnistefna Snæfellsness. Lögðu fram til samþykktar sjálfbærnistefna Snæfellsness ásamt aðgerðaráætlun og tengdum gögnum. Umhverfis- og náttúruverndarnefnd tók framlagða í sjálfbærnistefnu Snæfellsness og aðgerðaráætlun til umfjöllunar á 7. fundi sínum og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja sjálfbærnistefnuna og eðli aðgerðina. Bæjarráð samþykkti á 39. fundi sínum sjálfbærnistefnuna og eðli aðgerðina og vísaði málinu til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 16. Engin kveðsjuljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samlega. Þá komum við að lið 17, ágangur búfjár á Kljá. Málefni ágangsbúfjár í sveitarfélaginu voru tekin til umræðu á ný á 39. fundi bæjarráðs. Bæjarráð staðfesti á 25. fundi sinni málsmeðferð og viðbrögð sveitarfélagsins vegna málsins og frestaði afgreiðslu þar sem umbeðnar upplýsingar lágu ekki fyrir. Bæjarráð samþykkti tillögu að svari á 39. fundi sínum og vísaði afgreiðslu sinni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 17. Engin kveðsjuljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samlega. Liður 18, ágangur búfjár, Hrísakot og Hrísafell. Málefni ágangsbúfjár í sveitarfélaginu voru tekin til umræðu á ný á 39. fundi bæjarráðs. Bæjarráð staðfesti á 25. fundi sinni málsmeðferð og viðbrögð sveitarfélagsins vegna málsins og frestaði afgreiðslu þar sem umbeðnar upplýsingar lágu ekki fyrir. Bæjarráð samþykkti tillögu að svari á 39. fundi sínum og vísaði afgreiðslu sinni til staðfestingar í bæjarstjórn
og orðið er laust undir lið 18. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Þá kom að lið 19, Daddavík 3. Lagður hér fram lóðaleigusamningur ásamt lóðablaði fyrir Daddavík 3. Bæjarráð samþykkti samninginn á 39. fundi sínum og vísaði honum til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 19. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 20, Bauluvík 1. Lagður hér fram lóðaleigusamningur ásamt lóðablaði fyrir Bauluvík 1. Bæjarráð samþykkti samninginn á 39. fundi sínum með fyrirvari að skilyrði fyrir undirritun séu uppfyllt og vísa honum til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 20. Ragnar Már, bæjarfulltrúi í lista, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarráð afgreiddi málið þannig að það er gengið til samninga, skrifað undir lóðaleigusamning að uppfylltum skilyrðum og þetta er í rauninni bara að vera að endurtaka það sem að stendur í úthlutunarreglum bæjarins. Það er svona frekar óheppilegt finnst manni að vera að taka inn lóðaleigusamninga fyrir en það er orðin bara ástæða til að taka þá inn. Það sé búið að gefa út byggingarleyfi, leggja fram teikningar, jarðvinnu lokið og ef ég man rétt í síðustu úthlutunarreglum að þá miðuðu við, þetta var áður miðuð við fokeldi og við færðuðu niður sökla að þá er þið skrifað undir lóðaleigusamning. Þannig að nú er, hvað ég að segja, 1,5 mánuður í næsta fund og þó að verði sótt byggingarleyfi núna í desember, sko, þú veist að þá reiknaði nú með að það verði ekki komni söklar í byrjun janúar. Þannig að það væri svona heppilegt að við myndum reyna að halda okkur við bara þessar reglur sem við erum búin að setja okkur sjálf. Að öðrum kosti þá náttúrulega legg ég til bara að við reynilega förum í breytingar á þeim, sko. Ef það er verið að fara að gefa vilyrði fyrir lóðaleigusamningum áður en að framkvæmdir hefjast og jafnvel áður en að búið að sækja byggingarleyfi. En afgreiðslan er hjá bæjarráði, hún má svo sem alveg slæta, sko, mín vegna, en ég held að við ættum að reyna að halda okkur við svona þær reglur sem við höfum sett okkur. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Orðið er laust undir lið 20. Jakob, bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti, það er hnykkja bara örlítið á því hér að afgreiðsla bæjarráðs var einmitt að reyna að uppfylla þær reglur sem gilda hjá sveitarfélaginu. Já, bara það hnykkja á því svo valdi ekki misskilningi að svo tillaga sem er fyrir til afgreiðslu er þá algjörlega í samræmi við þær reglur sem liggja fyrir hjá sveitarfélaginu og að sjálfsögðu verður þá ekki afgreitt þessi lóðaleigusamningur af hálfu sveitarfélagsins fyrr en búið er að uppfylla þau skilyrði og þann fyrirvar sem er settur á máli. Takk, Jakob. Orðið er enn laust undir lið 20. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn að staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komið að lið 22 sjávarútvegsstefnu og skelbætur, mál sem við þekkjum því miður alltaf vel. Og þið eru með gögn fyrir framan ykkur og ég les þau ekki öllu hér. En sjávarútvegsstefna og skelbætur á 6. fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar ítrekaði nefndin fyrir afstöðu sína og bæjarstjórnar að skelbætur sé ein af grunnstoðum atvinnulífs og byggðafestu í Stykkishólmi og verði áfram veittar fyrirtækjum við Breiðafjörð og handhafa skelbáta fá í stað bótanna varlega nýtingarrétt í aflahlutdeild, hlutdeild sem verði án framsalsréttar og krafa að veiðar og vinnslu bundi við á staði við Breiðafjörð þar sem veiðarnar fóru fram á sínum tíma. Bæjarráð samþykkti á 39. fundi sínum fyrirliggjandi ályktun varðandi skelbætur og vísaði henni til afgreiðslu í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 21. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn lýsir yfir þungum áhyggjum
af þeirri ákvörðun sem birtist í nýrri reglugerð um ráðstöfun afla í byggðakerfinu dagsettu 28. nóvember 2025 þar sem skelbætur hafa verið skertar verulega frá fyrri árum. Er að ræða ákvörðun sem gengur þvert á ítrekaðar ályktanir og bókanir atvinnu- og nýsköpunarnefndar og bæjarstjórnar Stykkishólms þar sem henn bent hefur verið á að skelbætur séu og hafi langa hríð verið ein af grunnstoðum atvinnulífs og byggðafestu í Stykkishólmi. Bæjarstjórn bendir á að ljóst sé að ákvörðunin muni hafa víðtæk neikvæð áhrif á sjávarútveg, fiskvinnslu og afleidd störf í samfélaginu. Bæjarstjórn áréttar að ákvarðanir sem eru til þess fallnar að hafa mjög mikil og varanleg áhrif á rekstrarlegan grundvöll þeirra fyrirtækja sem reiða sig á skelbætur og þar með þau störf sem þar eru unnin hafi í framhaldinu óhjákvæmilega neikvæð áhrif á tekjur sveitarfélagsins og þar með þjónustustig og búsetuskilyrði í sveitarfélaginu. Bæjarstjórn harmar jafnframt að ekkert samráð hafi átt sér stað við sveitarfélagið áður en ákvörðun um skerðingu var tekin þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir þar og að þrátt fyrir að sé að ræða eitt mikilvægasta byggðamál sveitarfélagsins þar sem tugir starfa er í húfi. Bæjarstjórn skorar á innviðaráðherra sem jafnframt er þingmaður Norðvesturkjördæmis og ber ábyrgð á málaflokknum að bregðast þegar í stað við og draga ákvörðunina tilbaka enda verði vart gert ráð fyrir því að markmið hans sé að veikja samfélagið hér við Breiðafjörð. Bæjarstjórn óskar enn og aftur eftir formlegum viðræðum við innviðaráðherra og jafnframt við þingmenn kjördæmisins hið allra fyrsta enda óhugsandi að jafn viðamikil og samfélagslega þýðingarmikil ákvörðun verði látin standa án frekari umfjöllunar og umræðu um mögulegar mótvægisaðgerðir. Hverjir eru samþykkir þessari ályktun? Og það er samþykkt samhliða. Það kom að lið 22, stefnumörkun opinna grænna svæða innan bæjarmarka í Stykkishólmi. Það er lagt hér fram erindisbréf starfshóps stefnumörkun opinna grænna svæða innan bæjarmarka í Stykkishólmi og þið eru með gögn þarna undir þessu og þetta var fjallabæði umhverfis- og náttúruverndarnefnd og bæjaráði. En umhverfis- og náttúruverndarnefnd ítrekkaði fyrir ákvarðanir sínar og samþykktir varðandi staðsetningu áningarstaða og vinnu við heildstæða tillögu um staðsetningu bekkja í sveitarfélaginu og nefndin fagnaði þeim gróðursetningum sem farið hafa fram á undanförnum árum í Stykkishólmi og taldi þar mikilvægt framlag til að styrkja græn svæði sveitarfélagsins. Gróðursetningin mun til framtíðar hafa jákvæð áhrif meðal annars mun hún koma til með að skapa skjólgott og vistvænt umhverfi sem eykur gæði útvistar og samveru í Stykkishólmi. Umhverfis- og náttúruverndarnefnd lagði jafnframt ríka áherslu á verkefni er lúta að gróðursetningu og umhirðu trjábeiða verði skýrlega skilgreind í verkefnum áhaldahús yfir sumartímann. Er það mat nefndarinnar að mikilvægt sé að ábyrgð á þessari vinnu verði sett á einn tilgreindan starfsmann til að tryggja samræmda framkvæmd og góða umhirðu þeirra verulegu fjárfestingar sem sveitarfélagið hefur lagt í síðustu ár. Bæjarráð staðfesti á 39. fundi sínum afgreiðslu umhverfis- og náttúruverndarnefndar og tók undir mikilvægi þess að vinna áfram að stefnumörkun opinna grænna svæða, þar með talið staðsetningu áningarstaða og mótun tillögu um staðsetningu bekkja. Bæjarráð tók jafnframt undir áherslu nefndarinnar að skilgreina ábyrgð á gróðursetningu og umhirðu innan áhaldahús og fór bæjarstjóri að vinna því verkefni í samvinnu við verkstjóra áhaldahús. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 22. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs, hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Lið 23, gönguleiðir og forgangsröðun göngustíga. Það er lagðar fram tillögur að göngustígatengingum innanbæjar og göngustígum í bæjarlandinu og umhverfis- og náttúruverndarnefnd fjallaði þetta mál og bæjarráð staðfesti á 39. fundi sínum með afgreiðslu umhverfis- og náttúruverndarnefndar forgangsröðun og áframhaldandi uppbyggingu göngustíga í sveitarfélaginu. Bæjarráð tók undir mikilvægu helstu tenginga og áréttar sérstaklega þörf fyrir bætta lýsingu við skógræktina í Grensás. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 23. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs, hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Mér sýnist þetta verður óskaplega grafn og skjólkofur bær hérna bara og við vitum af. En 24. liður á dagskrá er sögu og menningararfur í Stykkishólmi.
menningartengd ferðaþjónusta. Hér lögð fram gögn forsögu verkefnisins og hugmyndir eflingu áttavafræðslu, sýnileika sögunar og menningartengdrar ferðaþjónustu í Stykkishólmi sem hafa verið til umfjöllunar í safn- og menningarmálanefnd frá árinu 2019. Á þeim tíma hefur verið lögð áhersla á merkingar, fræðsluefni, söguskilti, gönguleiðir og samstarfi minjastofnun, auk þess að virkja íbúa, félagssamtök og fyrirtæki til þátttöku. Í kjölfarið hlaut sveitarfélagið styrk á árunum 2021 til 2023 til heildarhönnunar gönguleiða á áningastaða Búðanesi og Hjallatanga, þar sem unnið með menningar, minjasvæðisins og sögu upphafs verslunar í Stykkishólmi. Verkefni hefur verið þróað í nánu samstarfi við Minjastofnun Íslands. Þetta var fjallað á fundi í safn- og menningarmálanefndar og umhverfis- og náttúruverndarnefnd fjallaði þetta mál líka og bæjarráð staðfesti á 39. fundi sínum afgreiðslu safn- og menningarmálanefndar og umhverfis- og náttúruverndarnefndar og tók undir mikilvægi verkefnisins söguleið og áningastaði á Búðanesi og Hjallatanga. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 24. Engin kveðið hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 25. Innleiðing á skráningu á grunnfærni nemenda. Tillögur starfshóps fyrirkomulag úthlutunar stoðþjónustu eru lagðar fram af formlegrar afgreiðslu. Skóla- og fræðslunefnd samþykkti á 23. fundi sínum áframhaldandi vinnu og tillögur fyrirkomulag úthlutunar á stoðþjónustu til barna í sveitarfélaginu. Bæjarráð samþykkti á 39. fundi sínum tillögur Ásgarðs og starfshópsins fyrirkomulag úthlutunar stoðþjónustu, þar með talið verklag og öll fylgigögn og vísaði málum til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 25. Engin kveðið hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 26. Laxártorg við Aðalgötu. Hér eru lögð fram drög að hönnun Laxártorgs við Aðalgötu í Stykkishólmi. Bæjarráð tók jákvætt í framlagða hugmynd á 27. fundi sínum og vísaði málum til umsagnar skipulagsnefndar sem fjallaði tillögun á 34. fundi sínum, tók jákvætt í hann og lagði áherslu á að frágangi torgsins yrði sinnt á vandaðan og snyrtilegan hátt. Safn- og menningarmálanefnd fjallaði líka þetta mál og tók jákvætt í fyrirliggjandi hugmyndir Laxártorg við Aðalgötu. Nefndin lagði áherslu á frágangur torgsins endurspegli sögulegt yfirbragð miðbæjar Stykkishólms. Í því samhengi taldi nefndin æskilegt að gert verði ráð fyrir grjóthleðslu í hefðbundnum stíl með grasi á toppnum líkt og einkennt hefur manngerðar hleðslur í elsta hluta bæjarins. Slík nálgun stuðlar að því að torgið verði bæði snyrtilega útfært og í sátt við menningararf og sögu Stykkishólms. Bæjarráð vísaði málinu á 37. fundi sínum til frekari vinnslu í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins og bæjarráð tók á 39. fundi sínum undir áherslu nefnda að frágangur svæðisins endurspegli sögulegt yfirbragð miðbæjar Stykkishólms og bæjarráð fór bæjarstjóri í samvinnu við skipulagsfulltrúa að vinna áfram á málinu í samræmi við fyrirliggjandi tillögur og þær ábendingar sem fram komu á fundum nefndanna, þar á meðal varðandi grjóthleðslu í hefðbundnum stíl. Tímasetningu og framkvæmdum var vísað til vinnu við fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins og afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 26. Engin kveðið hljóðs Laxártorgið. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 27. Samkomuhús í Stykkishólmi við Aðalgötu 6. Málefni í samkomuhúsis við Aðalgötu 6 voru tekin til umræðu á 7. fundi safn- og menningarmálanefndar og hér liggja gögn fram þennan fund. Nefndin lagði áherslu á að húsnæði sé mikilvæg menningarminjar og lykilhluti bæjarmyndarinnar og hefur ríka sögulega og félagslega þýðingu fyrir Hólmara. Og nefndin taldi jafnframt ljóst, þess að safn- og menningarmálanefnd, að framanlegum gögnum að húsið þarfnist gagngera endurbóta á næstu árum til að tryggja varðveislu þess og möguleika á áframhaldandi vinnu.
Safna- og menningarmálanefnd felur formanni nefndarinnar umboð til að afla framangreinda gagna, kostnaðaráætlana, sambærilegra fordæma og mat á valkostum fyrir áframhaldandi umræðu nefndarinnar málið. Í framhaldinu væri mikilvægt að ræða mögulega valkosti á opnum íbúafundi. Stefnt verði að fundi í nefndinni fyrir lok febrúar til þess að ræða næstu skref. Bæjarráð þakkaði safna- og menningarmálanefnd á 39. fundi sínu fyrir yfirgripsmikla umfjöllun framtíð samkomuhússins við Aðalgötu 6 og bæjarráð tók undir að húsið sé mikilvægur menningararfur og hlutabæjarmynd og sögu Stykkishólms. Bæjarráð staðfesti að öðru leyti afgreiðslu nefndarinnar og orðið er laust undir lið 27 samkomuhúsið við Aðalgötu 6. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn Stykkishólms þakkar fyrir ítarlega umfjöllun samkomuhúsið við Aðalgötu 6 og leggur áherslu á að húsið sé mikilvægar minningarminjar, hluti af bæjarmynd og sögu Stykkishólms. Bæjarstjórn telur jafnframt mikilvægt að ráðist verði í viðhald og endurbætur á húsnæðinu þannig að koma megi því í samfélagslega notkun sem fyrst. Bæjarstjórn staðfestir að öðru leyti afgreiðslu bæjarráðs og safna- og menningarmálanefndar og hverjir eru samþykkir þessu. Og það er samþykkt samhljóða. 28. liður fjallar framtíðar áform vatnasafns. Hér er lögð fram gögn varðandi framtíðaráform og þróun vatnasafns. Jafnframt er lagt fram minnisblað bæjarstjóra unnið að beiðni formanns nefndarinnar fund bæjarstjóra og forsætisráðherra vegna málsins ásamt öðrum minnisblöðum og gögnum sem tengjast málinu. Safna- og menningarmálanefnd fjallaði þetta mál á sínu fundi og nefndi hvatti til þess að vinnuhópur framtíð vatnasafns fundi meðal annars með fulltrúum ríkisins og hins vegar fulltrúum listamannsins til þess að fara yfir stöðu málsins og með vísan til framangreins að samþykki nefndin að vísa málinu áfram til frekari vinnuhópi framtíð vatnasafns og óskaði eftir að næstu skref í samningagerð lögð fyrir nefndina þegar þau leggja fyrir. Bæjarráð þakkaði á 39. fundi sínu fyrir framlegar upplýsingar og ítarlega umfjöllun safna- og menningarmálanefndar framtíðaráform vatnasafnsins og bæjarráð tók undir afstöðu nefndarinnar að utanaðkomandi fjármögnun sé lykilforsenda þess að unnt sé að gera langtíma samning rekstur safnsins. Bæjarráð staðfesti að öðru leyti afgreiðslu nefndarinnar og bæjarráð samþykkti að vísa málinu áfram til áframhaldandi vinnu starfshóps framtíð vatnasafnsins og fól bæjarstjóra jafnframt að fylgja málinu eftir gagnvart ríkinu. Bæjarráð óskaði einnig eftir að starfshópurinn leggi fram tillögur næstu skref í samningsgerð og aðkomu ríkisins þegar það liggja fyrir. Afgreiðslu málsins er vísað til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 28. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og safna- og menningarmálanefndar. Hverjir eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 29. Samgönguáætlun fyrir árin 2024 til 2038. Hér er kunnulegt mál. Í drögum að samgönguáætlun 2024 til 2038 og 5 ára aðgerðaáætlun 2024 til 2028 var gert ráð fyrir lagfæringum á tilteknum köflum Snæfellsnesvegar 54 Skógarströnd. Uppfærð drög að samgönguáætlun eru væntanlega á haustþingi 2025 og brýnt að áætlun endurspegli raunverulegan forgang vegarins. Þið hafið fyrirliggjandi gögn þið bæjarstjórnar fulltrúar og ég ætla ekki að þreyta ykkur með því að lesa það. En atvinnu- og nýsköpunarnefnd lagði á þunga áherslu á fundi sínum þar sem að afgreiðslu samgönguáætlunar hefur verið frestað fram til ársins 2026 að Alþingi samþykki fjárheimildir fyrir lok ársins 2025 til handa vegagerðinni vegna Skógarstrandarvegar. Slíkt er nauðsynlegt til þess að unnt verði að hefja áframhaldandi framkvæmdir við Skógarstrandarveg á árinu 2026 með sérstakri áherslu á uppbyggingu vegarins innan sveitarfélagsins í samræmi við fyrirliggjandi áform. Bæjarráð staðfesti á 39. fundi sínum afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar og vísaði málinu til bæjarstjórnar. Orðið er laust undir lið 29 Skógarstrandarveg. Enginn kveður sér hljóðs.
Bæjarstjórn Stykkishólms fagnar því að uppbygging Snæfellsnesvegar 54 Skógarströnd og endurbætur á Stykkishólmsvegi hafi nú verið settar í forgang í fyrirliggjandi tillögu að samgönguáætlun. Bæjarstjórn ítrekar þó mikilvægi vegarins enda hefur ástand hans lengi verið óviðunandi og haft verulega neikvæð áhrif á umferðaröryggi, atvinnulíf, þjónustu og byggðafestu á svæðinu. Bæjarstjórn leggur sérstaka áherslu á að niðurstaðum veglínu og þverun Álftafjarðar liggi fyrir sem allra fyrst og að umhverfismati og valkostagreiningu verði hraðað svo framkvæmdin tefjist ekki fram yfir seinni hluta tímabils samgönguáætlunar. Bæjarstjórn tekur undir með atvinnu- og nýsköpunarnefnd nauðsyn þess þar sem afgreiðslu samgönguáætlunar hefur verið frestað til ársins 2026 að Alþingi samþykki fjárheimildir til handa vegagerðinni vegna framkvæmda við Skógarstrandarveg og Stykkishólmsveg á árinu 2026. Hverjir eru samþykkir þessu? Og þetta er samþykkt samhliða. Það komið að lið 30 innviðagjald á skemmtiferðaskip. Undir lok síðasta árs voru samþykktar lagabreytingar á Alþingi sem gera meðal annars ráð fyrir að leggja 2.500 kr. innviðagjald á hvert farþega skemmtiferðaskipa fyrir hvert sólarhring sem siglt er við Íslands strendur. Ljóst er að álagt innviðagjald hefur þegar leitt af sér færri komu skemmtiferðaskipa til landsins og þó sérstaklega minni skipana sem hafa sótt heim minni byggðir á báð við Stykkishólms. Komu skemmtiferðaskipa til Stykkishólms hefur fækkað mjög í kjölfar lagabreytingana og hefur sett sjálfbærni Stykkishólmshafnar í hættu sem er alvarleg staða fyrir atvinnulíf í Stykkishólmi. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd fjallaði þetta mál á sínum fundi og gagnrýndi þessa gjaldtöku. Hafnarstjórnin fjallaði líka þetta mál og bæjarráð samþykkti þeirra afgreiðslur og orðið er laust undir lið 30. Engin kveðið ljós. Bæjarstjórn Stykkishólms fagnar því að meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis leggi til lækkun innviðagjalds á hvert farþega skemmtiferðaskipa úr 2.500 kr. í 1.600 kr. Bæjarstjórn lítur lækkunina sem viðurkenning á þeim alvarlegu neikvæðu áhrifum sem gjaldið hefur haft á komu skemmtiferðaskipa til landsins, ekki síst til minni hafna á borð við Stykkishólm. Bæjarstjórn áréttar þó að jafnvel með fyrirhugaðri lækkun sé enn verulega íþyngjandi gjald að ræða fyrir grein sem þegar hefur orðið fyrir miklum samdrætti í kjölfar gjaldtökunnar. Hverjir eru samþykkir þessar ályktun? Og það er samþykkt samhliða. Liður 31 barnvæn sveitarfélag. Hér er lagt fram erindi frá UNICEF á Íslandi sem hefur nú opnað fyrir umsóknir þátttöku í verkefninu barnvæn sveitarfélag. Bæjarráð vísaði erindinu á 37. fundi sínum til umsagnar í Æskulýðs- og íþróttanefnd og ungmennaráði. Æskulýðs- og íþróttanefnd tók á 5. fundi sínum jákvætt erindi en taldi að farsælast yrði ef sveitarfélögin á Snæfellsnesi myndu vinna saman að þessu verkefni og í því sambandi geti verið skynsamlegt að tengja það við farsæld barna. Bæjarráð staðfesti á 39. fundi sínum afgreiðslu Æskulýðs- og íþróttanefndar og orðið er laust undir lið 31. Engin kveðið ljós. Bæjarstjórn tekur undir með Æskulýðs- og íþróttanefnd og staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 32, Kallhamar og Hamraendar, skipulagsáætlanir. Hér er lögð fram samantekt umsagna og athugasemda sem bárust á auglýsingatíma ásamt tillögu að svörum nefndarinnar. Bæjarstjórn samþykkti á 5. fundi sínum þann 28. apríl að auglýsa tillögu að breytingu á aðskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 í samræmi við 31. grein skipulagslaga, númer 123 frá 2012 og tillagan var auglýst frá 24. september til og með 5. nóvember 2025. Opið hús var haldið í Ráðhúsinu 21. október 2025.
Á 35. fundi skipulagsnefndar var farið yfir þær umsagnir og athugasemdir sem bárust við auglýsingu aðalskipulagsbreytinganna. Á 30. fundi skipulagsnefndar var lögð fram samantekt umsagna og athugasemda sem bárust á auglýsingatíma í samræmi við 31. grein skipulagslaga og einnig voru lögð fram uppfærð skipulagsgögn þar sem brugðist er við athugasemdum sem bárust á auglýsingatíma. Skipulagsnefndin samþykkti tillögu á svörum við umsögnum og endanlegri tillögu aðalskipulagsbreytingu og nefndin lagði til við bæjarstjórn að samþykkja aðalskipulagsbreytinguna og að bæjarstjórn mælist til þess við skipulagsstofnun að aðalskipulagsbreytingin taki gildi í B-deild stjórnartíðinda í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt leggur skipulagsnefnd til við bæjarstjórn að svör við umsögnir og athugasemdir verði staðfest. Bæjarráð staðfesti á 39. fundi sínu afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði málinu til afgreiðslu bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 32. Engin kveðjuljós. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 og tengd skipulagsgögn og mælist til þess við skipulagsstofnun að aðalskipulagsbreytingin taki gildi í B-deild stjórnartíðinda í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt staðfesti bæjarstjórn afgreiðslu skipulagsnefndar og svör við umsögnum og athugasemdum. Hverju samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Lið 33, Kallhamar og Hamraendar, skipulagsáætlanir. Hér er lögð frá samantekt umsögn og athugasemda sem bárust á auglýsingatíma deiliskipulagstillögunnar ásamt tillögu á svörum nefndarinnar. Bæjarstjórn samþykkti á 35. fundi sínum þann 28. apríl 2025 að auglýsa tillögu á deiliskipulagi, annars vegar Kallhamar og hins vegar Hamraenda í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Og hér eru gögn sem liggja undir fundinum og orðið er laust undir lið 33. Engin kveðjuljós. Bæjarstjórn samþykkir endanlega deiliskipulagstillögur fyrir Hamraenda og Kallhamar og tengd skipulagsgögn og að það taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild stjórnartíðinda að lokinni yfirferð skipulagsstofnunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt staðfesti bæjarstjórn afgreiðslu bæjarráðs og skipulagsnefndar og svör við umsögnum og athugasemdum. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Ágústsson Reitur skipulagsbreyting. Hér er lögð fram samantekt umsögna og athugasemda sem bárust á auglýsingatíma ásamt tillögum á svörum nefndarinnar. Bæjarstjórn samþykkti 8. maí 2025 að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 í samræmi við 31. grein skipulagslaga og að auglýsa tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Tillöguna voru auglýstar frá 24. september til og með 5. nóvember 2025 og opið hús var haldið í Ráðhúsinu þann 21. október 2025. Hér liggja sem sagt fyrir fundunum fram í gögn þetta mál og skipulagsnefnd lagði til við bæjarstjórn að svör við umsagnir og athugasemdir verði staðfest og bæjarráð staðfesti á 39. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði málinu til afgreiðslu bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 34. Engin kveðjuljós. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi aðalskipulagsbreytingar á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 og tengd skipulagsgögn og mælist til þess við skipulagsstofnun að aðalskipulagsbreytingin taki gildi í B-deild stjórnartíðinda í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn endanlegt deiliskipulag Ágústsson Reitar og tengd skipulagsgögn og að það taki gildi með birtingu í B-deild stjórnartíðinda að lokinni yfirferð skipulagsstofnunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt staðfesti bæjarstjórn afgreiðslu bæjarráðs og skipulagsnefndar og svör við umsögnum og athugasemdum. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Það kom að lið 35.
Gjaldskrá 2026. Hér hefur verið lögð fram gjaldskrá, drög að gjaldskrá sveitarfélagsins fyrir árið 2026. Bæjarráð samþykkti gjaldskrár á 37. fundi sínum og vísaði þeim til fyrri umræðu í bæjarstjórn og bæjarstjórn samþykkti á 41. fundi sínum gjaldskrár fyrir sveitarfélagsstyrkjusjóð fyrir árið 2026 og vísaði þeim til frekari umfjöllunar í bæjarráði, umsagnar í fastanefndum og til síðari umræðu í bæjarstjórn. Bæjarráð vísaði á 38. fundi sínum málunum til frekari vinnslu í bæjarráði. Bæjarráð samþykkti á 39. fundi sínum gjaldskrár og vísaði þeim til afgreiðslu í bæjarstjórn. Og orðið er laust undir lið 35. Jakob bæjarstjóri. Hefur beðið orðið, sem sagt. Forseti, fyrir fundurinn liggja fyrir gjaldskrá sveitarfélagsins, gjaldskrá tillögur fyrir fundurinn að gjaldskrá sveitarfélagsins fyrir árið 2026. Þær hafa verið til umfjöllunar í fastanefndum bæjarins undanfarnar vikur og hafa fastanefndir gert tillögur að breytingum og ég geri aðeins grein fyrir þeim hér á eftir. En áður en ég geri grein fyrir þeim að að ég geri grein fyrir álagningarstuðli fasteignaskatta og fasteignagjalda. En það liggur samt fyrir fundinum tillaga að lækkun á fasteignaskattum íbúðarhúsnæðis þannig að það verði 0,38% á árinu 2026. Álagningarprósenta lóðarleigu íbúðarhúsnæðis lækkar þá jafnframt og verður 0,95%. Álagningarprósenta holræsagjalds húseigna í A-flokki, þar segja íbúðarhúsnæðis lækkar þá einnig og verður 0,15%. Álagningarstuðull fasteignaskatta og atvinnuhúsnæði lækkar og verður 1,5%. Álagningarprósenta lóðarleigu atvinnuhúsnæðis lækkar einnig og verður 1,99% og álagningarprósenta holræsagjalds húseigna í C-flokki í atvinnuhúsnæði, þar segja lækkar og verður 0,15%. Samkvæmt tillögunni eða samkvæmt samþykkt bæjarstjórnar í október þá er útsvarsprósenta sveitarfélagsins óbreytt á næsta ári, 14,97%. Nú, ef ég fer örstutt yfir þær breytingar sem gerðar hafa verið á gjaldskrám frá fyrir umræðu, þá var það fyrsta lagi þessar lækkanir sem ég var að gera grein fyrir hér áðan álagningarstuðull fasteignaskatta og álagningu fasteignagjalda og hún gerð til að koma til móts við hækkun á fasteignamati. Aðrar breytingar eru meðal annars þær að í samræmi við tillögu æskulýðs- og íþróttanefndar þá var stakt gjald í sundlaug hækkað umfram þessi 4% sem er almenn gjaldskrárhækkun hjá sveitarfélaginu á öllum gjaldskrám. Og ég þá að gera grein fyrir þeim breytingu sem eru umfram eða ekki samræmi við almenna 4% gjaldskrárhækkun hjá sveitarfélaginu. En æskulýðs- og íþróttanefnd lagði þá til að staka gjaldi fyrir sundferð hjá fullorðnum yrði hækkað upp í 1750 og það var einnig lagt til að 10 meða kort fullorðna yrði hækkað umfram 4%. En hins vegar var lagt til að áskort eða fjölskyldukort og áskort yrðu ekki hækkuð milli ára. Sátt- og menningarmálanefnd óskaði eftir að tölur yrðu rúnaðar af en gerði ekki öðru leyti athugasemdir við fyrirliggjandi gjaldskrár og þær hafa verið sléttar hjá söfnum og rúnaðar af en hefur ekki umtalsverðara mikla fjárhagslega breytingar í för með sér. Nú, hvað varðar skóla- og fræðslumál, þá hvatti skóla- og fræðslunefnd til þess að skoða yrði að veita börnum einstæðra foreldra afslátt af skólagjaldi í tónlistarskólunum, en það gefi slíkur afsláttur bæði í leikskóla enda slíkur afsláttur til staðar í bæði leikskóla og Regnbogalandi. Og í bæjarráði var samþykkt að
samþykkt að veita 40% afslátt til einstæðra foreldra í tónlistarskóla og liggur svo til að hér fyrir fundinum. Hvað var þar höfnina? Þá samþykkt hafnarstjórn að bæta við gjaldflokki í bryggjumgjaldi þar sem tekið verður upp 5 krónur per tonn, brúttótonn af skipum og ankeri sem nota flotbryggjur. Jafnframt samþykkti hafnarstjórn að breyta gjaldtöku á rafmagnssölu þannig að það sé selt með 15% álagi samkvæmt texta raf- og dreifivetna. Og þá samþykkti hafnarstjórn að hækka rafmagnstengigjald í 6.000. Öldungaráð samþykkti að verð fyrir gjarskátt yrði þá 6.5, 8.5 og 10 en umrædda fjárhæðir án vasks og hækkunin er því meiri en 4% á milli ára. Inn í gjaldskrárskjalið sem liggur fyrir fundinu hefur jafnvel verið bætt við gjaldi fyrir heilsueflingu 60 ára eldri. Þetta er ekki nýtt gjald að ræða, hefur bara ekki verið formlega afgreitt á þessu vettvangi hér árlega. En til þess að mæta launaþróun launavísitölu er lögð til örlítil hækkun á því gjaldi þannig að það yrði og að því það hefur ekki hækkað undanfarin ár og það er gert ráð fyrir því að gjald sveitarfélagsins til handa þjónustöðuaðilum hækki í samræmi við launavísitölu til að mæta því og þeirri hækkunum sem hefur ekki átt í stað síðust ár þá er það hóflega hækkun úr 4 og 5 í 5 fyrir einstaklinga og úr 7 og 5 í 8 og 5 fyrir hjón og síðan er þá sett hérna formlega inn stakagjaldi fyrir þá sem er ekki með lögheimili í sveitarfélaginu sem sveitarfélagi hefur svo sem verið að innheimta og er það þá 10.000 krónur sem er þá hugsað þannig að þeir sem er ekki með lögheimili greiði fullt gjald en niðurgreiðsla sveitarfélagsins á heilsueflingu eldri borgara er í kringum helmingur af gjaldinu. Og þá hjón eru þá 20.000 krónur sem er ef þeir bæði ekki með lögheimili í sveitarfélaginu. En síðan hvað var það bílastæðissjóð þá er gjaldskrá óbreytt frá árinu 2025 þar sem endanlegri ákvörðun fyrirkomulag eða uppáð gjaldsins var frestað þar til að fundur sem var nefndur hér áðan sem fer fram á morgun er því haldinn. Þetta er svona þessi helstu breytingar, ekki tæmandi talning en rétt til þess að gera grein fyrir þeim breytingum sem urðu á gjaldskránum milli umræðna og ríkimálinu hér varðandi álagningur og gjaldskrár. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Þá mun ég bera upp tillögur fasteignaskatta, lóðarleigu, hollustugjald og úrgangshirðugjald. Fasteignaskattur A-flokkur verður 0,38%, fasteignaskattur B-flokkur 1,32%, fasteignaskattur C-flokkur 1,50%, lóðarleiga íbúðarhúsnæðis 0,95%, lóðarleiga atvinnuhúsnæðis 1,99%, lóðarleiga ræktunarland 6%, holræsagjald íbúðarhúsnæðis 0,15% og holræsagjald atvinnuhúsnæði 0,18%, úrgangshirðugjald á hverja íbúð 81.120 krónur fyrir 4 tunnur, 89.440 fyrir 3 tunnur, þar af ein sem er tvískipt, úrgangshirðugjald, sumarhús 40.560, gjalddagar fasteignagjalda verði að nýju frá 1. febrúar til og með 1. október. Bæjarstjórn samþykkir tillögur fasteignagjald og aðrar álögur. Hver samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Þá mun ég bera upp tillögu á afslátti vegna fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði í samræmi við fyrirliggjandi gögn sem felur í sér að 11 örorkulífeyrisþegar fá aukna lækkun á fasteignaskatti miðað við tekjur og skattframtali.
Afslátturinn fer eftir tekjuupphæð og gildir vegna eigin húsnæðis sem viðkomandi býr í. Bæjarstjórn samþykkir tillögu afslátt vegna afsláttar á fasteignaskatti. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá ber ég gjaldskrá Stykkishólms hafnar fyrir árið 2026. Hér upp til atkvæða. Bæjarstjórn samþykkir gjaldskrá Stykkishólms hafnar fyrir árið 2026. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. Og nú ber ég gjaldskrá fyrir garðslátt fyrir aldraða og öryrkja árið 2026. Ber það upp til atkvæða. Og bæjarstjórn samþykkir gjaldskrá fyrir garðslátt árið 2026. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá er gjaldskrá fyrir slökkvilið fyrir árið 2026. Bæjarstjórn samþykkir gjaldskrá fyrir slökkvilið árið 2026. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. Ber ég gjaldskrá fyrir fráveitu og rotþróargjald fyrir árið 2026. Ber það upp til atkvæða. Og bæjarstjórn samþykkir gjaldskrá fyrir fráveitu árið 2026. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá ber ég gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald fyrir árið 2026 upp til atkvæða. Og bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald árið 2026. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. Gjaldskrá fyrir úrgangshurðir fyrir árið 2026. Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá fyrir úrgangshurðir árið 2026. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. Nú ber ég fyrirliggjandi gjaldskrá sveitarfélagsins Stykkishólms fyrir árið 2026 upp til atkvæða með áorðnum breytingum að undanteknum þeim öðrum gjaldskrám sem þegar hafa verið samþykktar og bæjarstjórn samþykkir samhljóða aðra gjaldskrár sveitarfélagsins. Hverjir eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. Það kom að liði 36 sem er fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms 2026 til 2029. Fjárhagsáætlun, hún er lögð hér fram til síðar umræðu. Bæjarráð samþykkti fjárhagsáætlun 2026 til 2029 á 37. fundi sínum og vísaði henni til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Og bæjarstjórn samþykkir að útsvar hjá sveitarfélaginu Stykkishólmi verði 14,97% á árinu 2026. Bæjarstjórn samþykkti á 41. fundi sínum fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms fyrir árið 2026 til 2029 og vísaði henni til frekari umfjöllunar í bæjarráði, umsagnar í fastanefndum og til síðari umræðu í bæjarstjórn. Bæjarráð vísaði málinu á 38. fundi sínum til frekari vinnslu í bæjarráði og bæjarráð samþykkti á 39. fundi sínum fjárhagsáætlun 2026 til 2029 og vísaði þeim til afgreiðslu í bæjarstjórn. Orðið er laust en þá er komið að greinargerð bæjarstjórnar vegna fjárhagsáætlun 2026. Gerðu svo vel, Jakob.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fjárhagsrammi sveitarfélagsins fyrir árið 2026 og 3 ára fjárhagsáætlun 2027 til 2029 lögð hér fram til síðari umræðu í samræmi við sveitarstjórnarlög og fjármálareglur sveitarstjórnarlaga. Fjárhagsáætlun 26 og 3 ára áætlun 27-29 er unnin út frá fyrirliggjandi forsendum með áorðnum breytingum og markmiðum og hefur þeim verið fylgt við vinnu við gerð þessara fjárhagsáætlunar. Fjárhagsáætlun sveitarfélaga gegna auðvitað lykilhlutverki í rekstri sveitarfélaga og stjórnsýslu þeirra almennt. En eins og bæjarfulltrúar þekkja þá tekur ráðhúsið að sér að taka saman áætlunina eftir að upplýsingar hafa borist frá stofnunum og forstöðumönnum og eru sér lögð fyrir bæjarráð og bæjarstöð til skoðunar, umræðu og samþykktar og áður en þar áður hefur þá verið ákveðinn rammi settur sem er þá þessi markmið og forsendur. Nú við gerð fjárhagsáætlunar eru tekið tillit til ýmissa utanaðkomandi þáttum eins og verðlagsbreytinga, kjarasamninga og íbúafjölda og þá útgjaldaramma settir fyrir einstaka málaflokka eins og skólamál, félagsþjónustu, tómstundamál og viðhald og ákvörðun tekin hvernig skatttekjur og þjónustugjöld verði ráðstafað. En ég ætla að fara betur yfir þetta verklag hér síðar í yfirferðinni. En eins og sést hér á slæðunni þá er þetta 62. grein sveitarstjórnarlaga og það er lykilatriði í fjárhagsáætlun að tryggja að fjármunir sveitarfélagsins ráðstafi í samræmi við ákvarðanir bæjarstjórnar og hefur því fjárhagsáætlun mikilvægu lýðræðislegu hlutverki að gegna. Og auðvitað er þetta stjórntæki, bindandi stjórntæki sem sveitarfélög vinnur eftir, en auðvitað geta áætlanir tekið breytingum eðlilega, en það breytir ekki því að áætlunin sem slík þarf að vera raunhæf og miðað við raunverulega heildaráætlun sveitarfélagsins. En ef það koma breytingar þá er það gert með viðauka hverju sinni, til dæmis ef að hætt verður við eignasölu eða eignakaup, þá þarf það gerist í viðauka þannig að sé formgert gagnvart bindandi fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. En það er líka tiltekið í sveitarstjórnarlög hvernig sveitarfélög eiga að vinna fjárhagsáætlanir og sveitarfélög þurfa auðvitað að fylgja því og hafa fjárhagsáætlun til samræmis við það. Og það er ákveðin atriði nefnt þarna í 62. grein. Það þarf að afgreiða fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og næstu 3 ára eftir. Hún liggur hér þá fyrir fundurinn til samræmis við það. Hún er bindandi alla þessar helstu ráðstafanir sveitarfélagsins og hún er heildaráætlun fjármál sveitarfélagsins á tímabili A og B hluta og þar þarf að taka fram tekjur og gjöld, sölu og kaupa eignum og þar fram eftir götunum sem sýnir þá raunhafa heildaráætlun fjármál sveitarfélagsins á þessu umræddu tímabili. Og við athygli á því að það kemur fram að fjárhagsáætlanir skulu, það er ekkert val það eða túlkun, heldur að skylda að fjárhagsáætlanir eiga að gefa raunverulega og glögga mynd af rekstri sveitarfélagsins, efnahag og breytingum á handbæru fé og þá hvernig sveitarfélagið verður rekið sérstaklega á næsta ári og síðan næsta ára eftir. Og það þarf að vera til staðar greinarkort yfirlit tekjuöflun, ráðstöfun fjármuna, fjárheimildir sveitarfélagsins líkt og sveitarstjórnarlög gera ráð fyrir og auðvitað hafa til hliðsjónar fjárhagslega stöðu sveitarsjóðs og stofnana sveitarfélagsins við upphaf áætlunar tímabilsins sem að liggur fyrir fundinu, það er ársreikningur 2024 og útgönguspá 2025. Nú, og í 64. grein sveitarstjórnarlaga er þessi skylda á kjörðu fulltrúi sveitarfélags, kjörðu fulltrúum, bæjarfulltrúum sem sagt, að sjá til þess að reksturinn, fjárfestingar og ráðstafun eigna og sjóða sé þannig að sveitarfélagi getur sinnt lögbundnum verkefnum
Og það er ákveðin viðmið í rekstri sveitarfélaga sem er lögbundin og það er annars vegar þessi jafnvægisregla sem er skilgreind þannig að rekstrarniðurstaða á hverju 3 ára tímabili sé þá ekki neikvæð, hvað varðar þá þetta er alltaf dregið saman. Það er sem sagt ekkert verið að horfa á það hvort að það sé jákvæð rekstrarniðurstaða á hverju ári til að uppfylla þessa reglu, heldur er verið að horfa til þess að það séu þá 3 ár tekin saman. Og það er auðvitað gert til þess að því að auðvitað geta komið upp einhver mál, ytri áhrif sem að innan ársins, þess vegna við verðum að horfa þessu 3 ár saman. Og skylda að vera plúsmegin þegar þau dregin saman. Og síðan er hitt, það er skuldaviðmið sem snýr þá að skuldir séu ekki hærri en 150% af reglunum tekjum. Og í sinni einföldustu mynd eru það að skuldir eru deilt með tekjum og þar er fundið hlutfall. En skuldaviðmið þá með ekki öllum skuldum heldur er búið að taka lífeyrisskuldbindingar og annað út úr þessum heildarskuldapakka og þegar skuldaviðmið er reiknað skuldahlutfallið þá bara með öllum skuldum. Þegar tekjur hækka þá lækkar viðmið, þegar skuldir lækka þá lækkar viðmið og svo þarf fram undir götunum. Og eins og við förum yfir hérna eftir þá hefur skuldaviðmið sveitarfélagsins verið að lækka markvisst á síðustu árum. Þetta er staðan í sveitarfélaginu í dag, samkvæmt þjóðskrá með 2. desember 2025. Þetta fyrir náttúrulega rokkandi alltaf þjóðskráin, það er bara mánaðarlega, var 1357 í síðasta mánuði. En Hagstofan er þá með þessa tölu þarna, 1285. Og ég ætla ekki að leggja fundi með að fara yfir munur þessu, ég vísa bara í upptöku af þessum fundi frá því í fyrra. Hérna er mannfjölda þróunin í sveitarfélaginu, síðustu bara á þessari öld. Það séast náttúrulega þessi þróun sem hefur átt sér stað, hvað áhrifum til dæmis skelhrunið hafði á íbúar þróun hérna í Stykkishólmi og Helgafells-sveit, að þetta er sama dreif, þessi bæði sveitarfélög. Og skelhrunið var hérna eftir aldamótin og stöðug íbúa fækkuninni til 2006 og síðan fóru það upp í 1220 og síðan niður í 1134 þegar lægst var hann í kringum 2014. En síðustu 10 árin hefur verið stöðu fjölgun íbúa að undanskildu þá þarna faraldsárunum sem það lækkaði aðeins og er núna komið í þessa tölu 1285 sem er þá komin þann sambærilega stað og við vorum þegar að skelin hrundi á sínum tíma. Og auðvitað hefur þetta haft áhrif á rekstur sveitarfélagsins og þetta sýnir þá rekstrar niðurstöðu, þetta er að gefa einhverja mynd, síðustu 23 árin. Og það sést náttúrulega að rekstur hefur verið neikvæður þarna eftir skelhrunið. Enda fylgja náttúrulega íbúa fækkun, minni tekjur, annað slíkt og samdráttur og síðan náttúrulega er hrunið 2008 og það er alltaf bara skuldir og verðbólga sem að koma þar inn í og sýna þessar ekstra niðurstöðu sem að þarna sést og síðan sjáum við íbúar fjölgunina sem byrjar 2014 þá sjáum við hvernig tölunar eru bláar. Rauðu tölunar hana eru hérna þetta er samt villandi þarna ein tala, villa í þessu, en það eru 4 tímabili sem eru rauð kjölfarið og síðan er það hérna alltaf sé ekki -63, bara villa hjá mér, en síðan er það áætlunum sem liggur fyrir og rauntölunar eru þá þessar 2004 og 2005 og þá er þetta í rauninni skelhrunið, efnahagshrunið og COVID í rauninni sem er að skýra þetta og þessi 4 ár hana er þá aðalega fyrst sinn var að tekjufall á sveitarfélaginu og síðan var að verðbólga. Verðbólga helsti áhrifaþátturinn gerir ráð fyrir hérna í kringum efnahagshrunið og þar áfram og síðan er náttúrulega bara fólksfækkun. En við sjáum náttúrulega bara það sem ég er að segja er bara að það er samlegð á milli íbúa fjölgun og íbúar fækkunar og rekstrarniðurstöðum sveitarfélagsins gegnum tíðina. Og okkur hefur verið að fjölga, þetta er sérst þjóðskráin, það er þá 1276 2019
2020 1262 og við erum komin núna í 1342. Var reyndar að vera birta nýjar upplýsingar núna sem að sýnir að því að við vorum 1. janúar vorum við held ég með 1348 1. janúar 2025 þannig að virðist eins og verið sé 6 íbúum færri hér en ef maður miða við Hagstofuna þá okkur fjölga og eins og ég sagði áðan þá getur þetta verið bara milli mánaða ef að 2-3 fjölskyldur flytja þá hefur það umtalsverð áhrif á þjóðskrána milli mánaða af því að eins og ég nefndi áðan þá var íbúafjöldi hér 2. nóvember 1357 en þróunin er skýr og hún endurspeglar líka í fjölda barna á leikskóla. Þið sjáum hérna á síðustu 20 árum börnunum hefur fækkað í samræmi við íbúa þróunina sem var niður á við og hefur svona verið að fjölga síðustu 15 árin. Hérna er þá, og þetta er þá leikskóli, hérna er grunnskóli. Sama fækkun nemenda alveg til 2000 og alveg niður í 142 börn þannig 2013. Síðan frá 2020 hins vegar hefur verið töluvert fjölgun nemenda í grunnskólanum og er núna 190. Atvinnutekjur í sveitarfélaginu, þetta rauða er opinber stjórnsýsla, þarna er ríki og sveitarfélag. Það er þá sveitarfélag hér og síðan er það ríkið. Og ætli við séum ekki með svona 60% og ríkið með 40% ef ég ætti að giska. Bláa línan eru fiskveiðar og sjávarútvegur. Við sjáum hvernig hann var sterkari náttúrulega 2008 sem að línan þetta byrjar og er núna búin að lækka umtalsvert undanfarin ár. Aðrar atvinnugreinar eru númer 3 er það framleiðsla án fiskveiða. Númer 4 er það flutningar. Þetta gula þarna, dökkgula er verslun og síðan er það fjólublátt gististaðir og veitingarestur. En ef við greinum þetta aðeins svona niður á atvinnugreinar svona í hérna svona þessi helstu, hérna sjáum við þessi sjávarútvegi hægra megin þessi bláa, voru upp í 30% hérna í kringum eftir hrunið og síðan á síðustu 15 árum hefur þetta verið þróunin. Hins vegar er aukning í framleiðslu án fiskveiða, hefur aukningin verið töluverð runni frá síðustu 10 árum. Hérna eru byggingastarfsemi, er þá hérna vinstra megin og þið sjá að byggingastarfsemi hefur aukist töluvert á síðustu 10 árum og síðan sjáum við ferðaþjónustuna þarna hægra megin og þið sjáum hvernig hún rís rætt upp þarna eftir 11 og 12 og 13 og 14 og alveg samlega á milli íbúaþróunar líka og þessu og síðan sjáum við þetta högg alveg sem verður niður á við, það er náttúrulega faraldurinn og það högg sem við fundum fyrir á sveitarfélaginu og tekjufalli sem var hérna 2020 í rekstri sveitarfélagsins og síðan hann upp til 23 og síðan er þessi samdráttur sem er verða á öllu Vesturlandi og Snæfellsnesi bara í ferðaþjónustu, það er þá þessi lína sem við sjáum þarna niður á við, gerir ég ráð fyrir. En þetta er svona til að ramma inn aðeins söguna, hvar við stöndum og hvers konar tekjur það eru sem að eru grunnurinn af útsvarstekjum og rekstrartekjum sveitarfélagsins. En sveitarfélagi hvað var að mannuð, við erum með sambærilega starfsmannafjölda í ár og var í fyrra, 142 og 109 stöðugildi. Þetta eru helstu stofnanir sveitarfélagsins eins og þið þekkið og við erum með þarna tvær ekstra einingar sem við erum rekum með öðrum sveitarfélögum á Snæfellsnesi, það félags- og skólaþjónustuna og síðan byggðarsafn Snæfellinga og Hnappdæla, sem er norska húsið. Já, eins og ég hef nú farið yfir og ætlar að fara hratt yfir þetta. Þetta er formlegur undirbúningur hefst ekkert eftir sumarleyfi að gerð fjárhagsáætlunar og það er ekki unnar sérstakar greiningar eða greinagerður og starfsáætlunum fyrir einstakar málaflokka, skýrslur eins og stærri sveitarfélög gera heldur er þetta óformleg undirbúning og allt árið með reglum samtölum við forstöðumenn. Forsendur og markmið eru
eru lögð fram í september og þar sem mótar hennan ramma reksturinn og fjárfestingar og lántökur og sem lagður heildargrunnur og þetta var þá ramminn var sem sagt samþykktur í september. Nú næst það þá að taka ákvarðanir álagningarhlutfallið, tekjuáætlun eða leggja grunn á því. Tekjuáætlun, það bara miðað við staðbundnar forsendur til lækkunar en annars lækkun þá á framreikningi hags- og upplýsingasviðs sambandsins. Tekjuáætlun í fasteignaskatt tekur mið af forsendum og markmiðum fjárhagsáætlun, fyrirliggjandi fasteignamati og húsnæðisáætlun sveitarfélagsins en aðallega hinu tvennu. Það verður þá bara til lækkunar og síðan eru áætluð framlög jöfnunarsjóðs, það taka bara mið af áætlun sjóðsins og síðan aðra tekjur, fyrirliggjandi forsendur í fjárhagsáætlunum, hækkun á gjaldskrám, gatnagerðargjöld og sala á eignum. Og síðan þá skjalið þegar rétt ára kemur til umræði í kemur til fyrri umræði í bæjarstjórn, þá búið að vinna þá þennan bráðabera rekstrargrunn sem þá þróun launakostnaðar og vinnsla launaáætlun, rýn og rekstri og síðan vinnufundir í október þar sem bæjarráð og bæjarstjóri og skrifstofustjóri fjármála eigna fjármálaskrifstofustjóri fundar með forstöðumönnum stofnana og helstu starfsmanna ásamt þá formanni viðkomandi fastanefnda. Þannig erum við að afla upplýsinga og annað frá forstöðumönnum og rýna þá reksturinn betur. Síðan það þessi vinnufundur allra fulltrúa í bæjarstjórn sem kemur þarna á milli, síðan umræði í bæjarráðinu og síðan fyrir umræði í bæjarstjórn sem var haldin í lok október. Þar máli send í umfjöllun í fastanefndum sem eru 10 hérna hjá sveitarfélaginu, ítarleg greining og umræða eins og fórum við áðan varðandi gjaldskrár og annað slíkt og einhver áherslur sem koma frá nefndunum sem nýtist á bæjarfulltrúum í vinnunni í nóvembermánuði. Nóvembermánuður þá fyrir seinni umræðuna þá ítarlegri skoðun og greining á fjárfestingum og fórgangsröðun þeirra. Það verður farið nánari gjaldskrár, tekið þá tillit til þessara athugasemda og ábendinga sem koma frá nefndunum. Við héldum íbúafund, við héldum reyndar vinnufund bæjarstjórnar áður en við tókum síðan bæjarráðið í byrjun desember, íbúafundur 8. desember og síðan erum við hér í dag í seinni umræðu í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. En við förum þá aðeins yfir fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Það var reiknað með 3,5% verðbólgu á næsta ári við þjóðhagsspá, gjaldskrár hækkun 4%, laun og launatengd gjöld 2,4%, önnur gjöld hækka það sem við á og í rauninni það fer misjafnt eftir hvað það er. Nú fjárfestingarhreyfing og lántökur í fyrir umræðu var gert ráð fyrir fjárfestingarhreyfingum 100 milljónir og það enn og lántökur 100 milljónir það sá enn í síðari umræðu. Ég gerði aðeins grein fyrir þessu hér áðan í yfirferð minni gjaldskrár og hér sést álagningarhlutfall fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði verður 38% næsta ári, lóðarlega íbúðarhúsnæðis 0,95%, álagningarprósenta forræðisgjalds íbúðarhúsnæði verður 0,15% og atvinnuhúsnæðið það lækkar og verður 1,5%. Eins og samþykkt var hér í dagskrárlið sem var fyrir framan þennan sem hér fjárhagsáætlun og þá mun lóðarleiga atvinnuhús lækka og verða 1,99% og holræsagjald atvinnuhúsnæðis verður 0,15%. Nú hérna þá yfirlit yfir hérna þá þessi hækkun sem búið að samþykkja á tekjutengdan afslátt vegna fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði til handa öryrkjum og eldra fólki í sveitarfélaginu sem þessi tekjutengdi afsláttur var hækkaður umfram 4% og mun koma til með að koma sér vel fyrir öryrkja og tekjuminni eldra fólk sem á rétt á tekjutengdi lækkun fasteignaskatti
við tekjur og skattframtali. Hérna yfirlit yfir þessar breytingar og gjaldskrám sem ég fór yfir í ávarpi mínu hér áðan. Það er það sem að æskulýðs- og íþróttanefnd lagði til, fjárhæðir vegna safnamála voru aðlagðar. Það er búið að samþykkja 40% afslátt til einstæðra foreldra vegna tónlistarskóla. Hafnarstjórn bætti við gjaldflokkum, öldungaráð lagði til hækkun garðslætti, síðan var bætt við gjaldtöku fyrir heilsueflingu 60+, og síðan voru endanlega hækkanir og breytingar í gjaldskrám gjaldskyldra bílastæða Höfn frestað. Og síðan er þessi almenna gjaldskrá sem var 4% hækkun. Samkvæmt áætlun er gert ráð fyrir milljarði í útsvarstekjur á næsta ári. Fasteignaskattur verður 300 milljónir og jöfnunarsjóður 792 milljónir, samtals er þetta 2 milljarðar í skatttekjum. Hér sjáum við yfirlit yfir helstu lykiltölur. Það er áætlað að tekjur aukist 6,5% á næsta ári og þær séu bilið 1-9% á árinu 26-29 og það rokkast á milli því að stundum er eignasala og stundum ekki. Til dæmis 28 er ekki eignasala og þá poppar þetta niður. Gerir ég ráð fyrir að það sé skýringin. Rekstrargjöld, áætlað gjöld hækki 3,2% án afskrifta. Og í fjárhagsáætlunni gert ráð fyrir gjöld hækki svona 3,4 til 8,6% á árunum 26-29. Það er gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan var jákvæð árið 2024 22 milljónir og áætlað er að rekstrarniðurstaðan hækki í 74 milljónir árinu 2025, þar sem samkvæmt útgönguspá. Og þá er ég að tala náttúrulega A og B hluta samandregið. Og áætlanir gera ráð fyrir að hagnaður verður rekstri sveitarfélagsins á árunum 2006-2029. Hvað framleiðana var það, þá var gert ráð fyrir, eða þá var framleiðin 286 milljónir, eins og þið sjáum hérna uppi á vinstra megin í líkitölu yfirleitunum árið 2024 og áætlanir gera ráð fyrir það framleiðin hækki í 378 milljónir árið 2025 og síðan verði framleiðin á bilinu 329 til 431 miljón króna á áætlunartímabilinu tímabilinu 26-29. Langtíma skuldir við lánastofnanir aukast á árinu 2025 og verði svona 2,370.000, tæpir 2,4 milljarðar, en lækkir svo á árinu 2026 og verði 2,2 milljarðar á næsta ári og verði í lok tímabilsins 1,9 milljarðar. Þetta er aðalega skuldir við lánasjóð sveitarfélaga. En ef við tökum skuldbindingar alls, þá er það í rauninni þessar langtíma skuldir sem ég nefndi áðan og ásamt þá lífeyrisskuldbindingunum sem eru 0,5 milljarður, skuldbindingu vegna búseturéttaríbúða, næsta árs afborgunum og skammtíma skuldir við áramót. Þetta er eiginlega allt það sem kemur til viðbótar þá langtíma skuldum við lánastofnanir. Þá er gert ráð fyrir að langtíma skuldir verði 3,5 milljarðar í útgönguspá og farið síðan lækkandi verði 3,4 milljarðar eða 3,5 milljarðar tæpir á næsta ári og síðan farið lækkandi og verði 3,2 milljarðar í lok tímabilsins. Velta fyrir rekstri var 206 milljónir króna árið 2024 og við töluðum það hér í fyrra og undir yfirferð ársreiknings í vor að mikilvægt sé að auka veltu fyrir rekstri og það hefur þó tekist að rétta úr kútnum þar og er áætlað að veltu fyrir rekstri verði 304 milljónir samkvæmt útgönguspá 2025. Síðan er gert ráð fyrir að veltu fyrir rekstri verði svipað á áætlunartímabilinu en nemi 307 milljónir króna í árslok 29. Skuldaviðmið var samkvæmt ársreikningi 2024 109% og áætlað verði 111% í lok árs 2025 og gangi áætlun eftir er reiknað með því að skuldaviðmið verði 99,7% 2026 og muni nema 83% í lok árs 2029 en við sjáum
kannski betra að glugga þessi á þessu í mynd sem við mér sína hér á eftir, varðandi þessa þróun alla. Aðeins bara markmiðunum, hvernig við erum að mæta þeim í þessari áætlun. Þessast markmiðum að tryggja jafnvægi rekstri í áætlunum og eins og sést þá ef þið farið í lið nummer 1 þá sést merkt þarna nummer 1, þá getur fylgt því eftir, en í rauninni er þá rekstrarniðurstaðan 1, en síðan sjáu þið neðar á hérna í þessu boxi fyrir neðan kennitölu stendur jafnvægisregla, rekstrarjöfnuður. Þetta tvennt í rauninni er svolítið samhangandi, en breytir ekki því endilega, því að rekstrarniðurstaðan er gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu allt áætlunum tímabilið, og það var jákvæðri rekstrarniðurstaða samkvæmt ársreikningi 2024, og útgönguspá núna 2025 eru 74 milljarðar, þannig að í rauninni þessa jafnvægisregla sem er svo 3 ár saman, hún verður uppfyllt strax á næsta ári, en þið sjáu þarna eins í jafnvægisreglunni þarna 24, að þá sjáu hún er neikvæð, en það er þá tap sem var á rekstri setjafélags 23-22 sem er rauninni að skýra það, og en í sjálfu sér ef við strax 25 samkvæmt útgönguspá núna verður vonandi búin að tryggja þetta, þrátt fyrir að þessi regla er náttúrulega ekki virk núna, áttu að taka gildi 26, en við erum náttúrulega búin að rauninni uppfylla hana vonandi bara núna samkvæmt útgönguspá 25, það er markmiðið miskusti. Framleiðarhlutfall, það er punktur nummer 2, verðið 15% í árslok 26, og við erum svona að reyna að stefna því. Þannig við sjáum að það nálgast þarna 15% í árslok 26. Veltufjárhagurinn fyrir rekstri af heildartekjum sé hærri 10%, að veltuhlutfall nálgist 0,7%, að rekstur skili nægilegum fjármunum til að standa afborgun langtímalána, það er þá punktur númer 5. Og þið sjáum þar að samkvæmt útgönguspá er veltufjárhagurinn fyrir rekstri að standa undir afborgun langtímalána. Getið líka farið bara í töfluna og lesið fundið þarna veltufjárhagurinn fyrir rekstri sem er þá línan undir sjóðstreymi, sem að sýnir þá töluna 304 milljónir á þessu ári 2025, og farið síðan í línu sem stendur afborganir langtímalána sem stendur 239, og það er rauninni þetta sem er verið að segja, að reksturinn er skilað það mikil framlega að það á fyrir afborgun langtímalána og töluvert umfram það. Nú síðan að lokum í 7. liðurinn að skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum verði kringum 100%, 26, það er þessi 99,7% sem við talaðum áðan, og verði komið í kringum 83% árið 2029. Nú stuttlega svona hérna jafnvægisreglunni, ég er búinn að fara yfir hana, það sést hérna ágætlega myndrænt á kassanum hérna vinstra megin. Það sést að árið 24 er þessi 98 milljón króna neikvæður rekstrarjöfnuður, en síðan er það strax á þessu ári gert ráð fyrir að við séum búin að snúa því við, og síðan erum við að sjá fram á það að það verði ekki, við þurfum ekki að hafa áhyggjur ef allt gengur upp þá að uppfylla ekki jafnvægisregluna á næstu árum miðað gefnar forsendur. Og hérna sjáum við skuldaviðmið hægra megin, hvernig það er að þróast, en ég ætla að bíða bara með umfjöllun það að þú getur að slæði hérna eftir. Hérna sjáum við helstu þætti í rekstri og hvernig þetta er að koma heim og saman á svona myndrænt, það sem ég fór yfir áðan. Áætlaðar tekjur aukist þannig 6,5% á 25, og síðan er þetta aukningin á tekjunum hann milli ára. Ég sjáum við stöpluritinn hérna niður í vinstra hóðinu. Dökkblá er rekstrartekjur, ljósblá er rekstrargjöld, og síðan er þetta framlegin, þetta gula. Hægra megin er síðan rekstur og framlegð á B-hluta, og eins og þið sjáið þá er áætlaðar tekjur hækkið þetta eins og ég nefndi áðan,
og þetta er það framlegar hlutvalli sem er þá þarna á þessari hérna í þessu stöpla liti sýnist mér. Fjárfestingar eru þá hérna vinstra megin. Þessi dökkblái kassi er fjárfestingarhreyfingar og eins og sjáið endurspeglast í þessu stöplariti þarna þá eru þá fyrir neðan er þetta fjárfestingarhreyfingar og fyrir ofan er þetta tekin lán. Samkvæmt ársreikningi 2024, þannig að lengst til vinstri var þá fjárfestingarhreyfingar 307 milljónir og tekin lán 280 milljónir. Og á þessu ári var það 394 milljónir og tekin lán 325 og stærsti hlutin þarna er Víkurhverfi, ef við tökum þetta bæði saman, Víkurhverfi og hérna gatnaframkvæmdir. Eftir því er það sennilega Höfðaborg eða þá framkvæmdir íþróttamiðstöðinni og Höfðaborg. Og síðan er þetta áætlunartímabilið eins og það lítur út samkvæmt þessari áætlun. En auðvitað verður að næstu bæjarstjórnar að móta þá betur þessi ár 27-29. Nú áætlaðar fjárfestingar eru teknar saman hana í þessum dálki þarna hægra megin og þið sjáið þarna sem er þá mesti fókusun á þessa fjárhagsáætlun hefur náttúrulega verið bara á næsta ár. Já, það er þá næstu bæjarstjórnar að móta frekar árin 2027-29 en þá liggur fyrir ákveðin áætlun hér sem þetta er að taka með af. En eins og sjáið þarna þá er gert ráð fyrir sölu eigna á 26, 27, 29. Og það er það samhangandi við hérna tónlistarskólann 29. Nú, en ef ég ætla að gera örstutt grein bara fyrir þeim fjárfestingu sem er stemt á næsta ári, sem er þá tekið úr þessu niðurbrotið á þessar hver einustu þá fjárfestingu sem slíka, þá er þetta það er hugmyndir sem liggja fyrir. Endurbætur á Höfðaborg, gervigras, íþróttahúsinu, hjústjórnarkerfi og lýsing, loftræsting og 400 klefi, sundlaugin, iðnstýringin og nýdúkur fyrir jöfnunartang, tónlistarskóli, þak og drén, ráðhús, þak og drén, gatnagerð og umferðaröryggi, skjöldur, áframhaldandi uppbygging þar eða minniháttar fjárfesting ef ekki að orða það þannig, leikvellir, tjaldsvæði, tæki fyrir áhaldhús, Höfðaborg, ýmsar breytingar, stígagerð, leddvæðing, fráveita, uppbygging í Stykkishólmshöfn. Sjáum þarna þessi verkefni sem liggja fyrir og síðan það sem tengist eignasölunni er þá áform að selja áhaldhús og athuga hvort það hægt sé að fá hentugra hús fyrir áhaldhúsið og það er þá sem er gert ráð fyrir sölu á áhaldhúsi, síðan er gert ráð fyrir sölu á flugstöð og síðan er áfram sala á íbúðum í Skúlagötunni eins og var á þess ári gert ráð fyrir sölu á tveimur eignum og við sjáum þannig sölu eigna líka á árið 27. Það er líka gert ráð fyrir sölu eigna á Skúlagötunni. Í rauninni sala eignana 29 er náttúrulega bara salan á tónlistarskólanum ef að byggðu verður nýr tónlistarskóli en það er náttúrulega bara næstu bæjarstjórnar að meta þetta og forgangsraða. Hérna sjáum við afborganir fyrir langtímaláni með fjárhagsáætlun 26. Það er þá A-hlutinn og B-hlutinn. Það segja þið sjáum það að langmestar afborganir eru þau í A-hlutunum. Síðan sjáum við hérna hægra megin samspil milli framlegðar og afborgunar af langtímalánum. Dökkbláu kassarnir þarna hægra megin eru þá framlegðin sem ég fór yfir áðan og þá er það afborgun langtímalána sem er þá ljósblái og í rauninni í sinni einföldismynd á þessi dökkbláa að vera hærri en þessi ljósbláa og hún er það þessi ár sem þarna er undir. Kannski svona heildarmyndin enda á því til skuldaviðmiðið frá 2012 þegar skuldaviðmiðið kom fyrst inn í lögin. Það var 2012 150, 2013 153% og síðan hefur þetta farið lækkandi. Það er umlega stóra myndin að
skuldaviðmið fer lækkandi og það er markmiðið og markmiðið er að nást samkvæmt þessu. Skuldahlutfallið er jafnframt að fara lækkandi og það er markmiðið og það er að nást samkvæmt þessu og sem er bara vel. Það sýnir að það er minnskosti verið að ná markmiðum hvað var að lækkun á skuldahlutfall skuldaviðmiði. Hvort sem þú miða við áætlanir eða hvort þú miða við rauntölur. En auðvitað kemur náttúrulega smá, þið sjáuð þarna strax bara ef þið sjáuð súluna þarna 2025 og 2024, það er náttúrulega fjárfestingar sem ég var að tala áðan, sem eru þá þessar fjárfestingar sem eru þá undirstaðan á þessum lánin sem komu þá inn í rekstur sveitarfélagsins á þessum ári sem fólu í sér þarna örlítið upp á við frá 104 til 109 til 111 og síðan er þetta samkvæmt áætlunum komin í 100% á næsta ári. Nú, ekki mikil áhrif það. En síðan er þetta bara myndir sem við sýndum ykkur áðan svona til að enda á því að þetta er rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins undanfarin 19 ár. Það voru þannig græn ár, COVID-ár, verðbólgan og jákvæða rekstrarniðurstaða í ár og í fyrra og væntanlega í ár og síðan ef allt gengur upp er þetta þá myndin. Þið getið tekið eignasölu út, það er samt sem áður, eftir tekið þá Aldós og Flugstöðina út og þá sjáum við það er samt jákvæða rekstrarniðurstaða en auðvitað er inn í þessu líka eignasölur. Það er ekkert verið að fela það, enda líka á fjárhagsáætlun að vera glögg mynd á rekstri sveitarfélags og áætlunum fram í tímann og þess vegna eru þau þarna inni en það eru áætlanir náttúrulega þannig að varfærin teki áætlun hvað eignasölu varðar. Það kemur það bara plús ef einhvað er. Markmiðin uppfyllt samkvæmt fjárhagsáætlun minnskosti jafnvægi rekstri 133 milljóna rekstrarafgangur. Markmiðið hámark skulda, áætlun gera fyrir 99,7% skuldaviðmið 26, markmiðið greiðslæfi, reksturinn sjálfbær eins og fór yfir að náðan og markmiðið íbúafjölgun. Það er ekki gert ráð fyrir íbúafjölgun, mikil íbúafjölgun í þessari áætlun eins og hefur verið síðustu 10 árin, síðustu 8 árin eða 5 árin, hvernig sem þú vilt meta það. Þetta er búið að vera kannski 13-15 árin, þannig að það er svona, það er í raun fjölgun síðustu árin hefur verið 30-50% meiri heldur en hér gerir ráð fyrir og okkur er það skiptir það máli því það skiptir máli hvað var að tekjuáætlunina. Hún er þá, við eigum þá frekar inn í tekjuáætlun því fleiri sem að kominga því eru hærri útsvarstekjur og það hefur líka áhrif á aðra tekjur eins og jöfnunarsjóð og fleira. En hér með líki yfir minni yfir ársreikning yfir fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 26 og 3 ára áætlun 27 til 29. Ég þakka bæjarstjóra fyrir greinargóða yfirferð og nú er orðið laust undir lið 36. Ef einhver vill tjá sig. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi í Ylista, hefur beðið um orðið. Gerðu svo vel, Haukur. Takk fyrir það. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bæjarstjóra fyrir yfirferð. Snarpa yfirferð, það hita aðeins upp fyrir mig, ég er mjög ánægður með það. Mér langar aðeins að renna yfir ferlið. Bæjarstjóri gerði mjög vel grein fyrir því og þetta var mjög gott ferli. Það er byggt á hefðum og reynslu og gert þetta lengi. Í þessu ferli þá komu ýmsar hugmyndir upp sem vorum að ræða hvernig væri jafnvel hægt að gera þetta enn betur og
mér finnst að það sé bara flott að taka þá umræðu að byggja á því sem við höfum og gera jafnvel enn betur og það svona ýmsar hugmyndir sem hafa komið fram. Ein hugmyndin til dæmis var það að byrja aðeins fyrr eftir sumarleyfi með forstöðumönnum stofnana, safna saman gögnum og vera komið lengra þegar við komum inn. Þetta svolítið ferli að koma inn, það margir sem koma að þessu og sumir hitta okkur oftar en einu sinni. Þannig að það fínt að reyna að þjappa því svolítið saman og gera það bara mjög effektíft, sko. Þannig að ég myndi gjarnan vilja að menn eltu það. Við höfum verið að fá bráðabirgðauppgjör núna mánaðarlega, mér finnst það rosalega gott, maður áttar sig miklu betur á hvernig staðan og út frá hverju við erum að tala. Það hefur líka verið rætt að setja sjóðstreymi niður á mánuði sem ég vona innilega að komist á. Það hefur mikil áhrif að geta séð nákvæmlega hvað að gerast. Þannig að þetta svona, ég gerði reyndar athugasemd líka í fyrra, mér langar aðeins að ýta í bæjarstjórann, hann búinn að vera með kynningu á Höfðaborg og gerði það áður en við samþykkjum og hluti bæjarfulltrúa aðalmanna voru ekki eins og búin að sjá áætlunina, þannig að það er kannski svolítið snemmt í lagt. Ég hefði persónulega frekar viljað taka einn vinnufund með bæjarstjórn aftur og fara svolítið yfir málið þar. Kynna þetta aðeins betur og jafnvel reyna að semja þá hluti sem ég var ekki sammála aðeins betur líka. Vona að það verði þá bara næst. Það líka, og verkefnisstjóri kom til okkur og talaði viðhald og það töluvert viðhald sem þarf að fara í á næstunni og getur nú held ég bara ekki beðið. Það væri æskilegt að vita hvað mikið búið að fara í viðhald á árinu og svona flagga því af og til, sérstaklega kannski á þessum tíma og svona hver viðhaldsþörfin það að segja, þetta fjármagn eða þarf að bæta í fyrir þetta, það ekki kannski alveg ljóst hvar það liggur. Þannig að mér finnst að það þurfi eiginlega svona kannski að skoða. Með þessa áætlun þá langar mig aðeins að koma inn á það að það er mjög ánægjulegt að veltufélag frá rekstri sé orðið hærra heldur en afborganir skulda. Við erum búin að tala um þetta lengi og það tekur þetta tíma að koma þess á og þetta skiptir mjög miklu máli upp á að snúa rekstrinu við. Það líka annað sem bæjarstjóri talaði varfærni við sölu eigna á mat og tekjum og það náttúrulega bara gott. Ég gæti nú að trúa að það sé jafnvel bara alveg rétt hjá honum að þetta sé varfærin tekjuáætlun en hins vegar það sem við sitjum með að það ekki víst á söluverði sem líka rosalega vont og það er svona spurning hvernig við ætlum að meðhandla það í framtíðinni að hún endurspegli það hvernig við erum án sölu eigna sem við þurfum virkilega að ná. Annað sem ég finnst verulega gott við þessa áætlun að kannski það varfærni líka að þegar maður horfir á þessi 4 ár þá það ekki rekstrarhagnaðarstefnu beint upp í loftið og allt alveg frábært, sko. Það búið að taka niður þessar sölu eigna sem var sett á aftur í tímann. Ég held að það sé mun raunsær og betri framsetning á þessu og skiptir bara mjög miklu máli því að þetta svona held ég líkari því sem við erum að fara að horfa á og verður. Þetta bara svona nokkur punktar samt í ferli sem ég held að ef við getum gert hluta af þessu eða allt þá verður jafnvel enn betra að vinna þetta og átt að sjá hvað í gangi. Stór hluti eins og ég sagði að fá bráðabirgðauppgjör mánaðarlega sérstaklega eftir árið hálfnað og maður svona víti nákvæmlega hvernig við stöndum og hvað að gerast. Ég ætla bara að koma með bókun hérna. Undanfarin ár hafa bæjarfulltrúar íbúalistans bent á að styrkja þurfi rekstur sveitarfélags til að tryggja störf og þjónustu og hafa lagt til að besti kosturinn væri að fjárfesta hóflega og lækka skuldir á meðan fjárframlag vegna sameiningar nyti við. Svo tillaga hlaut ekki undirtektir og var farið í mikla fjárfestingu með tilheyrandi lántökum og staðan í dag að reksturinn ekki sjálfbær og þarf að koma til sölu eigna til að halda honum rétti með við núllið. Ef sala eigna upp á 125 milljónir og framlag vegna sameiningar sem lækkar í 50 milljónir á næsta ári og 3 ára eftir af, dregið frá rekstrarhagnaði í núverandi áætlun rekstrarniðurstaða A-hluta 125 milljóna tap og A og B-hluta 25 milljóna tap. Gefið að áætlun standist fyrir 25 sem hefur reyndar ekki verið undanfarin ár og má draga það ályktun að áætlun sé ekki nógu varfærnar eða hafi ekki verið nógu varfærnar.
Á næsta ári verður eftirlit með fjármunum sveitarfélaga aftur virk og verður því ná þeim viðmiðum sem þar eru sett. Að auki í gangi frumvarp sem nýbúið í samráðsgátt, en í því var lagt til að stækka heildarskuldir og skuldbindingar fyrir ekki að lækka heildarskuldir og skuldbindingar sem hlutfall af tekjum í A-hluta úr 150% í 110%. Sem og að jafnvægisregla, það samanlagður rekstrarhagnað síðustu 2 ára, verða að vera hærri en 0 í A-hluta. Verða af þessu setur þetta enn meiri pressu á reksturinn hjá okkur. Hvað nú áætlun varða þá jákvætt að stefnt að hóflegri lántöku næstu ár eða 100 milljónir á ári sem jákvætt skref og í reynd nauðsynlegt til að ná tökum á reksturinn. Einnig búið að taka út stórar eignasölur í framtíðinni sem gáðu að vera skakkamynda því sem koma skildi og þessi áætlun því nær raunveruleikanum. Í forsöndum fyrir áætlunargerð var sett fram að handbært fé ætti að vera 120 til 130 milljónir. Núverandi áætlunargerð aðeins ráð fyrir 86 milljónum og vantar því 35-45 milljónir upp á þar. Háð því að útkomuspá fyrir 25 standist. Undanfarin ár hefur alltaf gengið út frá að hafa 120-130 milljónir til að þurfa ekki að taka dýri yfirdráttarlán til að halda góðu sjóðstreymi. Þetta leiðir til þess að taka það lán strax í janúar á næsta ári til að rétta af handbæra féð sem tryggir tímabil þangað til að þarf að borga fyrir framkvæmdir ársins. Ég þarf að halda vel á spilunum í rekstrinum og tryggja ekki sér fyrir framar áætlunum því það mjög óráðlegt að fara í frekari lántöku. Hvað varðar framkvæmdaáætlun ársins þá hún nú, eins og síðustu ár, skotið við markið á okkar mati. Áætlunin gerir ráð fyrir gatnagerðargjöldum upp á 25 milljónir og sölu 4 eigna upp á 125,5 milljónir sem óljóst hvort verði af. Á móti áætlað að framkvæma fyrir 258,5 milljón. Þó nú sú breyting á að búið að forgangsraða verkefnum upp á 116 milljónir sem lántaka á að standa undir og þar á eftir búið að forgangsraða verkefnum upp á 54 til 64 milljónir sem háð sölu eigna á gatnagerðargjöldum. Þá eftir 79 til 89 milljónir af verkefnum sem ég tel að væri betra að hafa ekki á framkvæmdaráætluninni til að tryggja að ef sala eigna gengur eftir þá fari það fyrir bæjar eða bæjarstjórn og þá verður tekið formlega ákvörðun hvort að bæta í framkvæmdum eða auka handbært fé. Eins og þetta núna henni búið að heimila þessar framkvæmdir og ekki því til fyrirst að hefja framkvæmdir sem ekki forgangsröðum áður en sala eigna hefur átt sér stað. Móta þarf stefnu til næstu ára til að styrkja reksturinn og gera hann sjálfbæran líkt og líklega óráðlegt að selja mikið eignum of snemma í ferlinu. Þar sem það gæti komið okkur illa ef við verðum uppiskroppa með eignir áður en sjálfbærninni náð. Að lokum þakka undirritun nefndarfólki, starfsfólki í bæjarfulltrúum og endurskoðendur sveitarfélagsins fyrir sitt framlag við gerð fjárhagsáætlunar. Undirritun munu sitja hjá við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Undir þetta skrifar íbúalistinn Haukur Garðarsson, Ragnar Már Ragnarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Og orðið laust. Þórhildur Eyþórsdóttir, bæjarfulltrúi Hálflista, gerðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við erum kannski bara að vera sammála að vera ósammála sjálfbærni rekstur sveitarfélagsins og að því sögðu ætla ég að fá að lesa bókun. Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2026 og 3 ára áætlun 2027 til 2029 afrakstur faglegrar og vandaðrar vinnu í góðri samvinnu bæjarfulltrúa og starfsmanna sveitarfélagsins. Þó ekki hafi tekist að ná þverpólitískri samstöðu. Áætlunin endurspeglar ábyrga fjármálastjórn, áframhaldandi jákvæða rekstrarniðurstöðu, sterkt veltufé frá rekstri og markvissa lækkun skuldaviðmiðs á næstu árum. Samhliða áframhaldandi eflingu grunnþjónustu og nauðsynlegri uppbyggingu innviða sem byggja undir þarfir stofnana og íbúa án þess að stefna fjárhag sveitarfélagsins í hættu. Áætlunin í samræmi við ársreikning 2024 sem staðfestu hefur verið af endurskoðanda sveitarfélagsins og útgönguspá 2025.
sem saman sýna að rekstur sveitarfélagsins hefur náð jafnvægi eftir krefjandi ytri aðstöðu svo sem verðbólgu og tekjusveiflur eftir faraldurinn. Á sama tíma hefur skuldaviðmið verið langt undir lögbundnu hámarki og haldið áfram að lækka, en samkvæmt fyrirliggjandi áætlun verður skuldaviðmið komið niður í 99,7% árið 2026 og 83% árið 2029. Hálistinn hefur lagt áherslu á að mæta þeirri miklu og jákvæðu fólksfjölgun sem hefur verið í sveitarfélaginu undanfarin 10 ár. Annars vegar með arðbærum fjárfestingum eins og til dæmis Víkurhverfi til að mæta þeirri augljósu eftirspurn sem hefur verið fyrir uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og hins vegar innviða fjárfestingu hjá grunnstofnunum sveitarfélagsins, hvort sem það er til að mæta húsnæðisstörfum skólastofnana eins og með viðbyggingu við grunnskóla og tómstundastarf barna í sumar. Þar til viðbótar hefur til dæmis verið byggð upp í áfengum öldrunarþjónustu á Höfðaborg, nýtt parkett sett í íþróttahúsið, farið í nauðsynlegar endurbætur á Sundaðsstöðu sem gerðar höfðu verið athugasemdir við af eftirlitsaðilum og ráðist í nauðsynlegar fráveitu og gatnagerðarframkvæmdir. Nauðsynlegar fjárfestingar hafa verið fjármagnar annars vegar af eigin fé og hins vegar með lántökum. Hálistinn telur að það sé ekki trúverðug eða ábyrg afstaða að styðja suma framkvæmdir í orði en hafna fjármögnun þeirri verki eða gagnrýnar leiðir hálistast án þess að leggja fram aðra valkosti. Slík framganga skapa þá ímynd að hægt sé að byggja upp innviði án þess að fjármagna slíka uppbyggingu, sem er óraunhæft og villandi gagnvart íbúum. Hálistinn telur að uppbyggingar síðustu ára og bættir innviðir hafi gert sveitarfélagi Stykkishólm að eftirsóknarverðara sveitarfélagi, mætt nauðsynlegum þörfum stofnana vegna fjölgunar íbúa, skila sér í stöður í fólksfjölgun sem og auknum tekjustofnun sveitarfélagsins og þar með styrkari rekstri sveitarfélagsins sem bætir lífsgæði og þjónustu við íbúa. Bæjarfulltrúar Hálistads vilja að lokum lýsa því yfir að þeir séu stoltir yfir því hvernig til hefur tekist á síðustu árum hjá sveitarfélaginu, þrátt fyrir krefjandi aðstæður, og lýsa ánægju sinni yfir þeim ábyrga rekstri sem endurspeglast í þessari síðustu fjárhagsáætlun kjörtímabilsins. Með fyrirliggjandi áætlun og áætlunum síðustu ára teljum við okkur vera að vinna að því þjónustustigi sem við höfum stefnt að fyrir íbúa bæjarins, en Hálistinn leggur áherslu á að draga ekki úr mikilvægri grunnþjónustu, standa vörð fjölskyldur og fyrirtæki, sækja af ábyrgð fram með mikilvægum fjárfestingum innviða á sama tíma og stefnt er að því að tryggja að skuldaviðmið og skuldahlutföll séu að lækka á tímabilinu. Bæjarfulltrúar Hálistads vísa að öðru leyti til fyrirliggjandi fjárhagsáætlunar, greinargerðar bæjarstjóra með henni og samantektar fjárfestingaráætlunar 2026 til 2029 og undir þetta rita bæjarfulltrúar Hálistads, Hrafnhildur Hallarsdóttir, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson og svo sem hér stendur Þórhildur Eyþórsdóttir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þórhildur. Bæjarstjóri hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti, ég ætla hérna að lokum að gera örstutta grein bara fyrir greinargerð sem liggur fyrir fundinum. Og hún er svo hljóðandi. Fyrir bæjarstjórn er lögð fram til síðar umræðu fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms fyrir árið 2026 og 3 ára fjárhagsáætlun 27-29 ásamt gjaldskrám sveitarfélagsins Stykkishólms fyrir árið 2026 og þá eru lagðar fram umsagnir fastanefndu fjárhagsáætlun og gjaldskrá sveitarfélagsins. Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2026 og 3 ára fjárhagsáætlun 27-29 er unnin út frá forsendum og markmiðum sem bæjarstjórn setti sér og hefur þeim með áorðnum breytingum verið fylgt við vinnu og gerð fjárhagsáætlunar. Í fyrirliggjandi fjárhagsáætlunum er lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórn þar sem gætt er aðals og ábyrgðar í rekstri sveitarfélagsins á sama tíma og þjónusta við bæjarbúa verði eins og best verður á kosið. Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 133 milljónum króna árinu 2026 og að áætlað veltufé frá rekstri lækki 9 milljónir króna úr 304 milljónum króna í 295 milljónir króna 2026. Markmið fjárhagsáætlunar er að tryggja jafnvægi í rekstrartímabilinu. Það er heildar útgjöld rekstrar vegna A- og B-hluta séu hverju 3 ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögum reglunum tekjum, framleiða hlutfalli sem að verði þá 15%, rétt tæplega samkvæmt áætlun, að veltufjár hlutfall nálgist 0,7
hálfbæð fé verði á bilinu 85 til 120 milljónir króna í árslok 26 og að rekstur skili nægjanlegum fjármunum til að standa undir afborgunum langtímalána. Fjárfestinga áætlun gerir ráð fyrir að heildar fjárfesting tímabilisins 26 til 29 nemi 400 milljónum króna, lántaka nemi sami fjárhæð og afborgun lána nemi síðan milljarði. Það skýrir þá þessa skulda lækkun sem ég var að tala áðan í yfirferð minni hér fyrr á fundinum. Gangi áætlanir eftir mun skuldarhlutfall skuldaviðmið sveitarfélagsins lækka og gera áætlanir ráð fyrir að skuldaviðmið verði í kringum 99,7% í árslok 2026 og 83,1% í árslok 2029. En í sveitarstjórnarlögum er kveðið á að heildarskuldir og skuldbindingar á B-hluta í reikningsskilum séu ekki hærri en 150% af reglulegum tekjum. Í forsendum er gert ráð fyrir 3,5% verðbólgu fyrir ár 26, 3,2%, 27, 2,5, 28, 2,5, 2029 í samræmi við þjóðhagsspá sem er gefin út af Hagstofu Íslands. Gert er ráð fyrir að meðal raunvextir lána verði 2,6% árunum sem að áætlunin tekur til. Auk framangreins gera forsendur ráð fyrir að gjaldskrá sveitarfélagsins muni almennt hækka 4% árunum 26-29. Samkvæmt tillögu framkvæmdir og fjárfestingar á næstu árum er gert ráð fyrir 600 milljónir krónum verið varið til framkvæmd og fjárfestinga í varanlegum rekstrarfjármunum, en í fyrirliggjandi áætlun fjárfestingarliði vegna ársins 26 verður lögð áhersla á fjárfestingu í mikilvægum innviðum og bættri þjónustu við íbúa. Og í þessari áætlun er gert ráð fyrir það sem hæst ber kannski, örstutt að nefna það, þá er það sem hæst ber á næsta ári er að mæta nauðsynlegri fjárfestingu tækjabúnaði í íþróttamiðstöð og sundlaug, halda áfram endurbótum á Höfðaborg í samræmi við styrk frá framkvæmdasjóði aldraðra, við viðhald á skólamannvirkjum, áframhaldandi fjárfestingu í umferðaröryggismálum, uppbyggingu göngustiga og umhverfisverkefni og endurbætur á leikvöllum. Í áætlun er reynt að lágmarka nýjar lántökur á næstu árum en gert er ráð fyrir 400 milljónir króna lántökum á árunum 26-29 og umrædda fjárfestingar á árunum verður jafnframt fjármagnaðar með veltufjár rekstri sem eru þarna á bilinu 195 milljónir til 307 milljónir eftir hvað ár þú tekur og síðan að handbæru eigin fé sveitarfélagsins. En áætlun gerir jafnframt ráð fyrir því að fjármagna framkvæmdir að hluta með sölu eigna og greiðslu gatnagerra gjalda. Ég fór hér yfir áðan helstu fjárfestingarna ársins 2026 og vísa bara til þeirrar upptalningar sem að þar fór fram. Þeirrar upptalningar sem að ég fór yfir þar ég fyrir minni fyrir á fundinum. En helstu lykiltölur fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 26-29 er eftirfarandi. Aðalsjóður A hluti 26, tekjur 2,7 milljarðar. Gjöld fyrir afskriftir og fjármálasliði 2,4 milljarðar, rekstrarniðurstaða jákvæð 51 miljón. Þannig að tala A-hlutan sem sagt. Veltufjár var rekstri 221 miljón, afborgun langtímalána 241 miljón, handbært fé í lok árs 60 milljónir. B-hlutin hafnarsjóður hagnaður upp á 11 milljónir, fráveitan hagnaður upp á 12 milljónir, félagslega íbúðir 54 milljónir, það er það að segja eignasala sem ég nefndi áðan. Rekstrarniðurstaða búseturétti íbúðar 3 milljónir, rekstrarniðurstaða náttúrustofar er 800.000, veltufjár rekstri 73 milljónir og afborgun langtímalána 25 milljónir. Og ef þá dregið saman á B-hluti, tekjurnar eru tæpið 3 milljarðar, gjöld alls fyrir afskrift og fjármálasliði 2,5 milljarður, fjármálasgjöld 170 milljónir, rekstrarniðurstaðan þá samandregið á B-hluti er 133 milljónir, veltufjár rekstri 295 milljónir, afborgun langtímalána 266 milljónir, handbært fé í lok árs 86 milljónir. En að lokum vil ég bara segja það að fjárhagsáætlunin eins og ég fór hérna yfir á fundinum var unnin í mikill og góðri sátt og samvinnu bæjarfulltrúa og hana myndaðist bara ágætt og almenn samstæða þótt að hún sé ekki samt í samljóða hérna. Ég vil þó leyfa mér að segja það. Mér fannst Haukur Garðarsson bæjarfulltrúi gera ágætlega grein fyrir þeirri vinnu hérna í yfirferðinni hérna áðan. En ég vil þakka þessu tilefni bæjarfulltrúum fyrir afar gott samstarf við vinnu þessa fjárhagsáætlunar og þá vil ég einnig þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þeirra vinnu sem lögðu sín lóða á vogarskálarnar
hvað þetta allt saman varðar. Og þar með lík ég yfirferð minni yfir greinargerð mína fyrir uppbyggjandi fjárhagsáætlun. Takk, Jakob bæjarstjóri. Og orðið laust undir lið 36. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi í lista, gerðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég ætla aðeins að bregðast við bókuninni hjá Hálistarum. Við þurfum ekki að vera ósamlega hvað sjálfbær rekstur, ég ætla bara aðeins að fara yfir hvað ég meina með því. Sjálfbær rekstur er þeirra reglulega tekjur standa undir kostnaði. Þess að við þurfum ekki að koma til sölu eigna til að skila jákvæðan reksturhagnaði. Sko. Það er það sem ég á við með sjálfbærni rekstri. Og eins og staðan hjá okkur í dag þá þurfum við að selja eignir. Við getum sett eignir á næsta árum. Og eins og ég tók fram í bókunni þá vil ég gera það hóflega, þannig að við getum notað til þess að rétta af reksturinn hjá okkur. Þangað til við höfum tryggt að reksturinn sé að standa undir sig með reglulegum tekjum, föstum tekjum. Það er auðvitað hægt að bregðast líka við með því að hækka gjöld hjá okkur og fleira og það er kannski leið sem við viljum ekki gera því við viljum halda því niðri, við viljum halda okkur þjónustu og okkur störfum. Og þess vegna höfum við svona haft áherslu á það að reyna að gera reksturinn svona eins fljótt eins og hægt og skulda sem minnst og það er líka minnkar áhættu. Ég náði ekki alveg hvernig orðar það en það var eitthvað með það að við varum ekki að taka þátt í restunum og tölum á móti fjárfestingum en leggja ekki til hvað ég ger í staðinn. Ég finnst afsannlega að það ekki náði betur, ég var að leiðrétta bókunni hjá mér til þess að senda gíðana. Ég ætla bara aðeins að hafna þessu, ekkert aðeins, ég ætla bara að hafna þessu. Við vildum bara leggja þannig að reksturinn gengi fyrir framkvæmdum. Ekki setja stórlista framkvæmdum og svo láta Guð á það, heldur að við myndum tryggja það að reksturinn aðeins sér. Uppbygging innviða er ekki hægt að gera án fjárfestinga, það er hárrétt, við vildum bara fara hægar í það, við vildum vera með minni fjárfestingar per ár og við vorum einmitt að ræða það í upphafi þessa tímabils núna að jafnvel fara í minni fjárfestingar og minni lántöku sem þetta er enda í minni fjárfestingum og það er ekki hægt að fara niður fyrir ákveðin lefi líka sko. Við þurfum að tryggja það að við séum alltaf með svona lágmarks fjárfestingar og þetta sé ekki að fara í þá áttina heldur en það er bil þarna á milli og þannig er það. Hjá mér hefur alltaf reksturinn gengur fyrir framkvæmdum og keyra það og fara hægar í þetta. Ég vil taka undir það sem hefur komið fram. Samstarfið er gott, það er ekkert óvælt að við séum ekki sammála um þetta. Þetta eru stóra tölur, þetta er mikið mál. Og jafnvel þó að Hálistinn sé ekki ánægður með það sem ég er að segja núna að þá oft kemur það inn seinna að það er tekið tillit til þess. Og ég er að horfa langt fram í tíma þegar ég geti. Ég hef sagt þetta sé 4 ára, 8 ára alveg hiklu sem tekur að laga svona og ég vil bara benda á það að við eigum ekki eignir til þess að selja 8 ár sko. Ég veit ekki hvað hann fann að selja þá sko, ef bara með þessu lefili er núna sko. En það skiptir bara máli að við séum með þetta bak við eyrað og við sem erum að laga reksturinn og nálgast það að þetta standi undir sér. Það er alveg klárt mál að með lægri skuldum hér og eins og staðan er núna og hefur verið, ef við tekst að lækka skuldir, að þá erum við frekar auðvelt að reka þetta sveitarfélag. ætla ég bara að halda fram. En þetta er allt í stríði núna. Það er mikil óvissa. Alveg klárt mál sko. Ég var einmitt sko, og það er áhugavert, ég kíkti á ársreikninga frá 2018 og 2019. Og það er skrítið að lesa reikningar svona langt aftur í tíma sem að kom sjálfur að og voru að skoða og hvað manni finnst tölurnar henni ekkert rosalega háar. Það er hversu mikið er búið að breytast á þessum 8 árum. Og ég ætla nú bara að fá að setja út þessa tölu. Ég held að heildarskuldir og skuldbindingar þá hafi verið 2,3 milljarðar sem er það sem skuldur lánastofnum í dag. Ef við hefum tekið ákvörðun 2018-19 að hækka ekki skuldir og bara haldið í 2,3 milljarðum. Hversu gott var að reka þetta sveitarfélag þá? Vissulega var eitthvað sem ekki var búið að framkvæma, en við hefum framkvæmt og það hefur verið alveg að gera það. Þannig ég ætla bara að segja þetta gott. Ég ætla að þakka ykkur kærlega öllum fyrir samstarfið, bara aftur. Þetta er fín vinna. Þetta er þroskandi að fara í gegnum þetta. Það eru mismunandi skoðanir, það er eðlilegt og það er lýðræði til þess að leysa það.
Ég ber engan kala til ykkar, en ég bendi á að það sem ég var að segja, að það gott að hafa það bak við eyrað til framtíðar. Og svo sé ykkur bara eftir við borðið, tökum við betur þá. Takk. Takk fyrir þetta, Haukur. Og orðið er enn laust undir lið 36 og Ragnar Már Ragnarsson, bæjarfulltrúi í Ílista, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Þórhildur Eyþórsdóttir kom inn á það hérna áðan að við værum bara ósammála að vera sammála sjálfbæran rekstur. Það kom mjög skýrt fram í máli Hauks áðan að tekjurnar þær standa ekki undir rekstrinum og það þarf að koma til sala á eignum. Og ef við tökum til dæmis bara 24 að þá vorum við með 22 milljónir króna sölu, hagnað á rekstrinum. Það kemur meðal annars til út af sölu á gagnaveitunni og framlag frá jöfnunarsjóðnum upp á 95 milljónir. Þannig að ef svona einskiptis aðgerðir við værum ekki að stóla á þær, að þá væri það alveg ljóst að við værum í tapi og til að mynda núna fyrir 26. Við erum að treysta algjörlega á það að geta selt þessar 4 eignir og þetta framlag frá jöfnunarsjóðnum út af sameiningunni. Vonandi mun útsvarið eitthvað slíkt rjúka upp og hjálpa okkur. En að því að bæjarstjórinn fór nú yfir áðan yfir svona söguna og hvernig þetta hefur verið, að þá er gaman að eða svona forvitnilegt að skoða tölur frá heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 2014 og þá frá því að Hálistinn tók við. Að þá hafa heildarskuldir sveitarfélagsins aukist úr 1,4 milljarði í 3,3. Og ef ég heyrði rétt hjá bæjarstjóranum þá fara skuldirnar í 3,5, 27. Þannig að ég tek undir með Hauki að það er ekki hægt að tala sjálfbæran rekstur þegar við erum að stóla á þetta. En við krossum bara fingur og vonum að við getum selt flugstöðina og fleira til. En ég vildi bara koma þessu á framfæri þannig að það sé alveg skýrt að reksturinn per se eins og hann er núna, hann er ekki sjálfbær. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Jakob, bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti, aðeins að koma inn í þessu umræðu hvað var að sjálfbærni í rekstri. Ef að sjálfbærni rekstri er bara veltur fyrir rekstri fyrir ábyrgunum langtímalána, það er bara svo einfalt. Alveg sama hvernig þú skilgreinir það er það sem liggur fyrir. Framlegin þarf að duga fyrir ábyrgunum langtímalána og hún gerir það í dag. Og það er ekkert, síðan getur þú tekið ef við tökum þetta út, þá er hann ekki sjálfbær, það er þá bara túlkunaratriði. En staðreyndin að tala sínu máli, miðað við þessar forsendur, miðað við þetta gerist þá sjálfbær rekstur. Og það er það sem eftirlitsnefndin miðað við, það er það sem endurspeglar sig í tölunum í ársreikningunum, samkvæmt þeim tölum, þá er sjálfbær rekstur. En að þessu sögðu ætla ég að leyfa ykkur bara að vera sammála ósammála. En tölunar, ef við vísum til tölunar, þá er reksturinn sjálfbær. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja taka til máls undir lið 36. Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, bæjarfulltrúi Álfstað, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir að sjá mig. Nei. Mér langaði líka aðeins að bregðast við þessu og bara áreita það, því það kom nú ekki fram í bókunum okkar að við þökkum kærlega fyrir mjög gott
og drengilegt samstarf og ég er sammála því sem hefur komið fram hérna. Við höfum átt virkilega gott samstarf og ég er líka sammála Hauki. Það er algjörlega eðlilegt að vera ekki fullkomlega sammála alla hluti. Svo það sé sagt. Varðandi sjálfbærnina að þá horfi ég á tölunar eins og bæjarstjórinn og varðandi reksturinn að þá sé ég það þannig að við stöndum undir rekstrunum en ekki fjárfestingunum. Við þurfum alltaf að vega og meta hvort við ætlum að fara í fjárfestingar og hvort við þurfum þá lántöku fyrir fjárfestingunum. Það er rétt á meðan við stöndum í fjárfestingum, þá aukum við skuldur okkar en ég tel að þessi áætlun sem búið er að leggja fram hérna sé mjög góð á því leiti. Það er rétt, við gerum ráð fyrir ákveðinni sölu eigna. En það var líka rætt að við ákveðum eftir því hvort að af sölu eigna verður eða ekki, hvort við förum í ákveðna fjárfestingar eða ekki. En fjárfestingarna liggja fyrir, þannig að það er alltaf okkar val hvort við förum í þar eða ekki. Þannig ef við ekki seljum eignir, þá förum við ekki í ákveðna fjárfestingar. En ég er sammála því sem kom fram í ræðu bæjarstjóra fyrr að það er mjög gott að hafa þetta samt sem áður sem viðmið og við vitum þá hvert við erum að stefna. Mín skoðun er svo að við stöndum vel hérna. Það hefur verið fólksfjölgunina, það er vilji til þess að koma og búa hérna. Við þurfum að vera tilbúin að taka við þeim sem vilja koma í bæinn okkar, hafa bæði íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, atvinnutækifæri og annað slíkt til þess að geta tekið við þeim sem vilja koma hérna. Ég þreytist ekki á að segja það og ég held ég endi mína tölu hér á því að segja það sem ég hef sagt hérna áður. Við þurfum ofta að hugsa til þess að það kostar pening að búa til pening. Og svo fjárfesting til dæmis sem við fórum í Víkurhverfinu, jú, hún kostaði pening en það er arðbær fjárfesting sem nú þegar er farin að skila okkur ákunnum hlutum tilbaka. Og það er þetta sem að ég vil sjá í áframhaldandi framvindu. Og taka undir orð Hauks. Ég get reyndar bara að tala fyrir mig en ég held ég geti samt sagt það fyrir alla sem eru hér á vegum Hálista. Við berum enga kalla til ykkar en það ætlum að fara með ykkur út að borða og við ætlum að halda áfram góðu samstarfi. Bara takk fyrir og við erum stolt af bænum okkar. Já, takk fyrir þetta Steinunn. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég veit ekki hvernig þess að þakkaræður myndu enda. En fyrir bæjarstjórnin lögðu fram til síðari umræðu fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms 2026 ásamt 3 ára fjárhagsáætlun 2027 til 2029 eftir að hafa fengið umfjöllun í fastanefndum sveitarfélagsins. Bæjarráð samþykkti að vísa fjárhagsáætlun sveitarfélagsins til síðari umræðu í bæjarstjórn og nú ber ég fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms 2026 og 3 ára fjárhagsáætlun 2027 til 2029 upp til atkvæða. Hverjir samþykkja fyrirliggjandi fjárhagsáætlun? Hverjir eru á móti fyrirliggjandi fjárhagsáætlun og hverjir sitja hjá? Þá er fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 samþykkt með 4 atkvæðum Hálistans og bæjarfulltrúar í-lista sitja hjá. Eins og ég tek alveg undir þessar þakkir samvinnu og samstarf við bæjarfulltrúa og starfsmenn sveitarfélagsins og ráðhússins. Þetta hefur gengið vel og þó við séum ekki sammála þá vinnum við alveg saman sem er gott. Liður 37, Jakob. Minnispunktar bæjarstjóra. Gjörðu svo vel.
Forseti, ég ætla að gera hér grein fyrir minnispunktum mínum fyrir desembermánuð 2005 og þá síðustu minnispunktum mínum væntanlega á þessu ári. En fyrst þá var haldinn þessi íbúafundur sem ég nefndi hér fyrir á fundunum á mánudaginn síðastliðinn, þar sem að sá sem hér stendur gerir grein fyrir þessum helstu markmiðum fjárhagsáætlunar og þessum lykilupplýsingum sem þar koma fram. Og auðvitað er þá í sú kynning náttúrulega hugsuð þannig að ástæða fyrir því að hún er aðeins á undan þessum fundi hér í dag er sú að íbúar gætu, vildu komið skýrt á framfæri við bæjarfulltrúa breytingum á fjárhagsáætlun áður en hún tekið til afgreiðslu. En það má síðan debatum það hvort það sé góð aðferð eða ekki. Síðan á þessu fundi var líka fulltrúa Alta sem að kynnti vinnu við nýtt aðalskipulag og er það þá fyrsta aðalskipulag fyrir þetta sameinaða sveitarfélag okkar, þetta nýja sveitarfélag sem er núna 3 ára, verða 4 á næsta ári. En eins og þið þekki þá er í aðalskipulaginu verið að móta svona ákveðin framtíðarstefnu fyrir sveitarfélagið, svona sáttmála ákveðina framtíðarsýn þróun þéttbýlis og dreifbýlis hjá okkur í sveitarfélaginu. Samgönguáætlun hefur verið kynnt af ríkisstjórninni og Alþingi hefur nú til meðferðar tillögu þá nýja samgönguáætlun og hér á fundinum var því fagnað að í þeirri áætlun er gerð ráð fyrir ákveðnu forgangi hvað varðar nýframkvæmdir á Skógarstrandarvegi og við fögnum því og einmitt í samræmi við þá áherslur í sameiningu Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar á sínu tíma þar sem lögð var áhersla á að hefja framkvæmdir og uppbyggingu bundið slitlags á Skógarstrandarveginum innan hins sameinaða sveitarfélags þá í Helgafellssveit og það liggur fyrir. Þannig að því hefur verið fagnar hér á vettvangi bæjarstjórnar og ég tek undir það. En heildarkostnaður við uppbyggingu er metur svona 12,5 milljarð en síðan á eftir að koma í ljós þegar að öll kull koma til grafar hversu hár kostnaður verður því að ég er ekki vissum að inn í þessari tölu þarna sé þverun Álftafjarðar því að veglínan og umhverfismati er ekki lokið og þá svo til þess að liggur fyrir hvað það varðar. Undanfarið hafa staðið framkvæmdir við grunnskólanum og verið að leggja lokahönd á að koma þar upp lyftu. Þessar framkvæmdir hafa gengið bara vel og hérna er gert ráð fyrir að úttektarafli taki lyftuna út næstkomandi þriðjudag og síðan í kjölfarið er hægt að nota hana, að taka hana í notkun og hún komið sér vel ekki einungis fyrir þá sem að eiga erfitt með að fara upp stiga, heldur einnig til þess að flytja upp mat og annað slíkt sem að ef ég skilað rétt þá sé ennþá markmiðið að eldri bekkir borði uppi. Þannig að þetta er nauðsynlegt til þess að koma þá matabirgðum upp á aðra hæð í skólanum. Til viðbótar að bæta aðgengi þá sem þurfa upp á niður fyrst og annað hæðar. En auðvitað hefur þetta lengi staðið til og lyftugati hefur náttúrulega staðið tómt frá því að skólinn var byggður en auðvitað er hún náttúrulega stór og mikil búbót og stór liður í að bæta aðgengi fyrir alla í stofnunum sveitarfélagsins. Og ég ætla þetta sé ekki þá eina síðasta stofnunin sem er þá á fleiri en einni hæð sem er þá ekki með. Það þá allar komnar með lyftu núna eða eitthvað búnað til þess að fara á milli, til þess að tryggja aðgengi fyrir alla. Að frátöldum tónlistarskólanum. En nýtt húsnæði Regnbogans er tekið í notkun fyrir skemmstu að sögn skólastjóra er mikil ánægja með þessa viðbót og húsnæði kemur vel út og í dag eru 50 börn sem nýta sér þessa þjónustu í Regnbogalandi og þarna sjáum við gafbreyttan starfsmann sveitarfélagsins vinna hörðum höndum að því að vinna að, ég veit ekki hvað hann er að gera, hann er að mála eða eitthvað. Hann er ekki að mála, hann er að taka til eftir málarna sem var þarna störfum. Starfsmenn þjónustumiðstöðvar hafa undanfarin misseri staðið ströngu við jólaskreytingar enda hafið séð að bærinn orðinn glæsilega skreyttur og sérstaklega Hólmgarðurinn sem
var svona sérstakt verkefni sveitarfélagsins að reyna að búa til einhver nýtt í og hefur bara tekist ágætlega upp og því hefur verið vel tekið. Nú víðum bæ hafa núna verið sett upp jólatré og næstu daga verður haldið áfram að bæta við skrautið og þegar að jólasveinarnir dúkka upp daglega í tengslum við rallleikinn góða sem við ætlum að setja upp líka. En ef þið munið kannski eftir honum þá eru settar svona fígúrur upp hér og þar bæinn og er þetta tilvalin dægrastytting fyrir fjölskyldur og hvet alla hér til þess að pröfa rallleikinn og hvort sem það er með börnum eða bara ein með sjálfum ykkur núna í aðvendunni. Nú, Björgunarsveitin Berserkir fagnaði 50 ára afmæli 7. desember síðastliðinn og bauð þá gestum og gangandi að þiggja kaffisopa og tertu í húsnæði sveitarfélagsins, húsnæði sem sveitarfélag á með Björgunarsveitinni. Það aðstöðu sveitarinnar í því húsnæði. Fjöldi fólks mætti, bara mjög margt fólk sem mætti þarna til þess að gleðjast með Björgunarsveitinni og sveitarfélagið færði þeim rauninni ekki peningagjöf heldur blómönd í tilefni afmælisins en sveitarfélagið ætti stutt vel við störf sveitarinnar og Berserkjum er hér með líka á þessum vettvangi óskað til hamingju með afmælið og leið þakka þau óeigingjarnt starf í þágu samfélagsins. En að þessu sögðu þá líki yfirferð minni við minnispunktum minna fyrir desembermánuð og það nota tækifæri hér formulega að óska bæði bæjarstjórn, bæjarfulltrúum, starfsfólki sveitarfélagsins og íbúum öllum gleðileg jóla og farsældar og komandi ári. Og takk fyrir samstarfið á árinu. Takk fyrir þessa minnispunkta, Jakob. Orðið er laust undir 37. lið minnispunkta bæjarstjóra, ef einhver vil tjá sig. Svo ekki. Þá er komið að lokum þessar fundar sem hefur verið svona lengra lagi en það 37 mál undir. Og ég var nú eiginlega búin að hugsa að væri svona við hæfi að ég myndi fara með hugveiki svona eins og var gert hérna daginn. En fundurinn verið langur þannig að ég ætla að hlífa ykkur við því að tala meira en þetta er búið að vera mjög áhugaverð umfjöllun svona í lokin samstarf og samvinnu og við séum sammála vera ósammála og allt það. Ég veit ekki alveg hvað þeir sem ára á þess að fundi hugsa stundum þetta samstarf hérna en þetta er alveg rétt. Við erum alveg bestu vinir og þó við séum ekki alltaf sammála. Þess vegna erum við náttúrulega með á sikur listanum að því að við erum ekki alveg sammála. Það er bara svo einfalt. En mér langaði samt sem áður að nota tækifæri til þess að þakka öllu starfsfólki þessa sveitarfélags og starfsfólki Ráðhússins fyrir góða og fína samvinnu og bæjarfulltrúum og bæjarstjóra þakka ég líka fyrir samvinnuna við þessa fjárhagsáætlun og bara á þessu ári sem er að verða búið. Jón, Sindri og Gyða, bara takk fyrir að sitja með okkur fundi og græja allt og gera fyrir okkur. Og að lokum vil ég bara óska öllum íbúum sveitarfélagsins gleðilegra jóla og farsæl komandi árs, svo bæjarfulltrúum og starfsfólki sveitarfélags og öllum bara takk fyrir. Gleðileg jól. Þá slít ég fundi klukkan 19:41 og þakka fyrir einstaklega skemmtilega fund.